Fundur settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar að Kristrún Frostadóttir, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Samfylkingar í kjördæminu, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Hún hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Samfylkingarinnar að Jóhann Páll Jóhannsson, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, mun ekki geta sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, mánudaginn 28. febrúar, tekur því Dagbjört Hákonardóttir, 1. varamaður á lista flokksins í kjördæminu, sæti á Alþingi sem varamaður fyrir hann. Kjörbréf Dagbjartar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Dagbjört Hákonardóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og boðin velkomin til starfa á Alþingi. Borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 403 starfslokaaldur hjá opinberum hlutafélögum í eigu ríkisins frá Birgi Þórarinssyni. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 429 byggðarlög í grennd við eldvirk svæði á Suðurnesjum frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Þá hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 375 aðlögun barna að skólastarfi frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Og að lokum hafa borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 128 tekjutryggingu almannatrygginga frá Birni Leví Gunnarssyni og þingskjali 110 frá greiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgara frá Óla Birni Kárasyni, á þingskjali 432 samræmda móttöku flóttafólks og þingskjali 433 áætlaðan aukinn kostnað af þjónustu við flóttafólk, báðar frá Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Föstudaginn 25. febrúar tók Þórunn Sveinbjarnardóttir sæti á ný á Alþingi. Af dagskrá þessa þingfundar eru tekin 4. og 6. dagskrármálið sem og 11. til og með 15. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 542 til 545 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess, fyrirspurnir flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Á þingskjali 571 ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum, skriflegt svar innviðaráðherra. Þingskjali 572 búningsaðstaða og salerni, skriflegt svar umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Þingskjali 573 náttúruminjaskrá, skriflegt svar umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Þingskjali 574 tekjustofnar sveitarfélaga, frumvarp flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson og fleiri. Þingskjali 575 verslun með áfengi og tóbak, frumvarp flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir og Ágúst Bjarni Garðarsson. Og loks þingskjali 576 fjármögnun og tækjakosti til bráðagreiningar á heilsugæsluna á Egilsstöðum, þingsályktunartillaga flutningsmaður Berglind Harpa Svavarsdóttir og fleiri. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Þá er tekið fyrir 1. dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, matvælaráðherra, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, mennta- og barnamálaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þá tekur fyrstur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegi forseti, þó það sé að nægu að taka í íslenskri pólitík og ég geti komið hingað upp og gagnrýnt ríkisstjórnina harðlega fyrir slappastefnu í sjávarútvegsmálum, fyrir að vera í jafnréttismálum ekki alveg í lagi, svo ég tala nú ekki um efnahagsmálin, þá er það ekki efst í huga núna því ég stend hér. Ég er nýkomin af þingmannaráðstefnu ESB og NATO-ríkjanna
varnar, utanríkis- og öryggismál og eðlilega fjallaði dagskráin fyrst og fremst þennan hrylling, árás Rússa inn í Úkraínu. Og það var ótrúlega dýrmætt að hlusta á sendiherra Úkraínu með tilfinningaþrunga ræðu leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem við höfum hitt hér nokkrir þingmenn og heimsóttu íslenska þingið fyrr á síðasta ári, Svetlönu frá Hvíta-Rússlandi, þar sem hún var að brýna okkur en ekki síður hitt að finna samstöðuna hjá þingmönnum þvert yfir flokka, þvert yfir Evrópu. Og það voru allir þingmenn að brýna sínar ríkisstjórnir, að það væri ekki nóg að gert. Og þá fann maður að þrýstingurinn mun koma að innan til þess að gera meira og það margt búið að gera síðan á föstudaginn. Og mér finnst samstaðan í Evrópu, samstaðan hafa aukist og þrýstingur að Rússa því betur fer líka. Mig langar að spyrja hæstv. Forsætisráðherra og ég vil draga það fram. Ég afar ánægð með það hvernig forsætisráðherra og ekki síður utanríkisráðherra hafa af einurð og eindrægni stigið fram og lýst yfir samstöðu og öllum afgerandi ákvörðun til samstöðu og samvinnu gagnvart ofríki Rússa. Og ég vil fagna því sérstaklega hvað þær hafa talað skýrt í þessum efnum. En mig langar til að spyrja hæstv. Forsætisráðherra. Það hafa verið tekið mikilvæg skref afgerandi loka lofthelginni fyrir Rússum. En hvenær má búast við skýrri stefnu af hálfu okkar Íslendinga, táknrænni stefnu varðandi það að vera með opinn faðminn, hlýjan faðminn til þess að taka á móti flóttafólki hugsanlega frá Úkraínu. Mér þætti gott að fá að vita það og heyra hér afgerandi orð eins og ráðherrarnir hafa verið fram til þessa að við séum tilbúin þegar til þess kemur. Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svara fyrir spurningu. Herra forseti, já, hv. þingmaður ræðir hér samstöðu í Evrópu og ég vil líka segja það að mér fannst gott að skynja samstöðuna hér í þingsal þegar við ræddum þessi mál hér á þessum vettvangi í síðustu viku, afgerandi samstöðu allra þeirra sem tóku þátt í þeim umræðum. Það óendanlega dýrmætt og þar kom fram mjög skýr afstaða allra flokka á Alþingi að við fordæmum þessa innrás. Og það komu líka fram mjög skýr sjónarmið og vilji þingmanna allra flokka að Ísland leggi sitt af mörkum bæði hvað varðar mannúðaraðstoð og við gripum strax til þess að setja fjármuni í mannúðaraðstoð sem skiptist á milli Rauða krossins og stofnana Sameinuðu þjóðanna. Og að því hv. þingmaður spyr sérstaklega flóttafólk, þá vil ég segja það að það talið núna strax í dag séu 500.000 manna á flótta en jafnvel reiknað með því að það geti farið upp í 4 til 5 milljónir. Og við spurningu hv. þingmanns vil ég segja það algjörlega skýrt að við munum taka á móti fólki á flótta. Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur óskað eftir því við flóttamannanefnd að hún komi saman og hefur fundað með henni, beðið hana að leggja mat á stöðuna og gera tillögu til ríkisstjórnar. Við sjáum það að meirihluti þeirra sem eru á flótta eru konur og börn og við erum reiðubúin að taka á móti þessu fólki. Sum munu vilja leita tímabundins skjóls og önnur ekki. Á það mun flóttamannanefndin reyna að leggja mat en það liggur algjörlega skýrt fyrir að íslensk stjórnvöld eru reiðubúin þegar kallið kemur að taka hér á móti fólki. Tekur til máls að nýju hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis. Já, virðulegi forseti. Já, þetta nefnilega snýst það ekki bara sína samstöðu með Úkraínu heldur líka þá leið standa með okkar gildum lýðræði, frelsi, mannréttindi. Því við horfum upp á það að það núna alræðið gegn lýðræðinu. Það kúgun gegn frelsinu og gegn því erum við einmitt að berjast og þannig stöndum við saman. Ég þeirrar eindregnu skoðunar að það hafi verið mikil gæfa okkar Íslendinga að eiga strax frá upphafi fulla aðild að NATO, Atlantshafsbandalaginu, og eiga líka aðild að kjarna Evrópusambandsins, það að segja innri markaðinum í gegnum EES-samninginn. Hvort tveggja hefur þjónað heildarhagsmunum okkar Íslendinga.
Og þegar við þurfum að standa vörð okkar hagsmuni, þá þurfum við að verja okkar gildi. Og þá stöndum við með Úkraínu. Þannig það bara fyrir okkur í dag og ég vil taka undir með hæstv. Ráðherra. Mér skipta máli að ríkisstjórnin viti það og hún með trausta bakhjarla hér í þingi þegar kemur að því að taka afgerandi afstöðu með fólkinu í Úkraínu, með lýðræðinu, með mannréttindunum, með frelsinu. Og ég ætla að fá að leyfa hér að sletta, virðulegi forseti, Slava Ukraini. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra og svarar fyrirspurn 9. Herra forseti, þessir atburðir hafa líka sýnt okkur hversu mikil verðmæti felast í frið í heiminum. Því friður í raun og veru undirstaða allra framfara, efnahagslegra sem samfélagslegra. Og við sjáum það þegar það brýst út stríð með þessum hætti, með þessari innrás, hvernig lífið þessa fólks, venjulegs fólks, hreinlega snúið á hvolf. Og það leggur á flótta eða grípur til vopna. Í Úkraínu ekki verið að ræða þau viðfangsefni sem við getum leyft okkur að fást við hér þegar við ræðum efnahagslegar framfarir, velsældar, markmið og fleira. Og það kannski sýnir okkur svo áþreifanlega hversu dýrmætur friðurinn og ég veit að ég tala fyrir munn okkur allra að við vonumst svo sannarlega til þess að þessum stríðsátökum ljúki sem fyrst. Það hefur verið algjör samstaða það ákall, hernaðinum verður að linna. Við gerum okkar á meðan á þessu stendur. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, eins og fram kom í samskiptunum hér á undan hefur verið ánægjulegt að sjá hversu vel Vesturlönd standa saman núna eftir hina hrikalegu innrás í Úkraínu, þó að undirbúningi mætti hugsanlega hafa betur verið háttað. En nú ríkir samstaða og ekki hvað síst hefur NATO sannað gildi sitt og Eystrasaltslöndin, vinaþjóðir okkar þar, Pólverjar og fleiri lönd í austanverðri Evrópu eru mjög fegin auðvitað að vera aðilar að þessu bandalagi, enda sýnir það núna stuðning við þessar þjóðir á þessum viðsjárverðu tímum. En afstaða íslensku ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili og síðasta til Atlantshafsbandalagsins hefur verið nokkuð á reiki. Og þess vegna spyr ég hæstv. Forsætisráðherra við þessar aðstæður sem að nú uppi, styður ríkisstjórnin öll aukin umsvif Atlantshafsbandalagsins á Íslandi? Og það eru líkur á því að eftir því verði sóst, eins og hlutirnir að þróast, og jafnframt líkur á því að farið verði fram á aukinn stuðning bandalagsþjóðanna við NATO á þann hátt sem þær geta best gert hver sig. Styður hæstv. Forsætisráðherra og ríkisstjórnin öll aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og aukin umsvif þess hér, hugsanlega uppbyggingu og aukin stuðning Íslands við bandalagið? Tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina þó að ég geri athugasemd við það þegar hann segir að afstaða ríkisstjórnarinnar hafi verið á reiki. Hann vísar þar til þess að afstaða Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs ekki sú sama og samstarfsflokk okkar, en það liggur líka fyrir og hefur legið fyrir skýrt frá stjórnarsáttmálanum sem skrifað var undir 2017 og ítrekað nú að við stöndum öll með samþykktri þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, þar sem kveðið meðal annars á aðild að Atlantshafsbandalaginu og í krafti þeirrar þjóðaröryggisstefnu hef ég talað sem fulltrúi íslenskra stjórnvalda á vettvangi Atlantshafsbandalagsins þar sem ég sat leiðtogafund núna á föstudag og fór yfir stefnu íslenskra stjórnvalda í þessum efnum. Þetta hefur ekki verið á reiki, hefur verið algjörlega skýrt frá upphafi síðasta kjörtímabils og enn skýrt. Þá tekur til máls að 9 hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég hefði vænst þess að hæstv. Forsætisráðherra og formaður þjóðaröryggisráðs
svaraði spurningunni hvort hann styðji áframhaldandi og aukin umsvif NATO á Íslandi og aukin stuðning Íslands við bandalagið. Þetta voru spurningarnar sem ég setti fram en fékk ekki svör við. En það hefur líka komið á daginn að einn helsti veikleiki Evrópu í því að takast á við þetta ástand sá hversu háð Evrópa innflutningi á rússnesku gasi og olíu. Á sama tíma og norsk stjórnvöld eru nýbúin að útdeila 53 leyfum til leitar og vinnslu olíu og gas í norskri lögsögu, boðar íslenska ríkisstjórnin bann við olíu- og gasleit í íslenskri lögsögu. Ekki rétt að endurskoða þessi áform og styðja með því við betri öflun nauðsynlegra orkugjafa sem að losa jafnmikið hvort sem eru framleiddir hér á Vesturlöndum eða í Rússlandi eða annars staðar, auka framboð þessara orkugjafa, nauðsynlegra orkugjafa hér á Vesturlöndum. Tekur til máls að nýju hæstv. Forsætisráðherra og svara fyrirspurn. Herra forseti, ef hv. þingmaður hefur áhyggjur af því að Ísland hafi ekki staðið undir þeim skuldbindingum sem koma fram í þjóðaröryggisstefnunni, eins og til dæmis hvað varðar viðhald varnarmannvirkja, þá get ég upplýst hv. þingmann að framlög til þeirra jukust helming á síðasta kjörtímabili frá því sem var þegar hv. þingmaður leiddi hér ríkisstjórn. Þannig að ég held að hv. þingmaður ætti að spara sér þessar miklu áhyggjur. Það breytir því ekki að mínar vonir, eins og vonandi okkar allra, standa til þess að við getum séð ástandið í heimsmálunum þróast með þeim hætti að hér verði friðsamlegri horfur en ekki ófriðsamlegri. Og það grundvallarstefna minnar hreyfingar, það að horfa til þess að við leysum þau mál sem við getum leyst með friðsamlegum hætti. Hv. þingmaður spyr hér olíu og þá minni ég á þá skýru stefnu núverandi ríkisstjórnar og þeirrar síðustu að ráðast hér í orkuskipti. Því orkuskipti ekki bara umhverfismál, ekki bara loftslagsmál, ekki bara efnahagsmál. Þau eru líka þjóðaröryggismál. Því þau snúast það að við getum verið öðrum óháð orku. Þannig að þegar við horfum til þess hvað rétta skrefið að taka núna, þá það ekki að hefja hér olíuleit í landhelginni til að bregðast við, heldur einmitt að flýta orkuskiptum og ná leið loftslagsmarkmiðum okkar. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, líkt og ég gerði hér í síðustu viku þá fagna ég að ríkisstjórnin hafi með afdráttarlausum hætti fordæmt innrás Rússa í Úkraínu og tekið skýra afstöðu með Evrópusambandinu og NATO-ríkjum. Eins gott að heyra afstöðu hæstv. utanríkisráðherra gagnvart því að greiða hingað leið flóttafólks frá Úkraínu, en ég verð að segja að ég hef áhyggjur af þeim undirtóni sem hefur komið frá hæstv. dómsmálaráðherra. Ráðherra sagði með leyfi forseta að það ríkti neyðarástand á Útlendingastofnun og að það myndi tefja fyrir móttöku flóttafólks frá Úkraínu, að hér væri fjöldi flóttafólks statt á Íslandi sem teppir aðstöðu fyrir aðra sem við myndum vilja taka á móti. Þetta ekki allt, herra forseti, heldur sagði hæstv. dómsmálaráðherra einnig með leyfi forseta: mörg lönd hafa áhyggjur af því að fólk sem hefur ekki heilindin með sér sé að nota þetta tækifæri til að komast inn í Evrópu. Hæstv. forsætisráðherra, þessi málflutningur með öllu óboðlegur. Með honum hæstv. dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Íslands að stilla upp hópum, forma móti öðrum. Stuðning við flóttafólk frá Úkraínu má ekki nota til þess að grafa undan öðru flóttafólki sem einnig hefur flúið neyð. Jafnvel sömu neyð, þótt að kunna vera annarrar trúar eða af öðrum kynþætti. Það skylda okkar sem þjóð á meðal þjóða að veita hér stuðning og skjól, hvort sem að ræða úkraínskan almenning eða fólk af öðru þjóðerni og af öðrum kynþætti sem einnig flýr stríðsátök og ofsóknir. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún taki undir með hæstv. dómsmálaráðherra og hafi sömu áhyggjur og hann af svindli í kerfinu og misnotkun á þessari neyð. Þetta stefna ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur? Þá tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn.
Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málefni sem ég heyri bæði frá umræðum hér í síðustu viku sem og á þessum fyrirspurnatíma eru ofarlega í huga hv. alþingismanna. Og ég vitna til þess sem ég nefndi hér áðan að félagsmálaráðherra hefur þegar átt fund með flóttamannanefnd, þannig að þegar er hafinn undirbúningur þess að geta tekið á móti fólki frá Úkraínu. Húsnæðismál Útlendingastofnunar munu ekki standa í vegi fyrir þeirri móttöku. Ég leyfi mér að rifja hér upp að það er ekki langt liðið síðan ástand skapaðist í Afganistan og ríkisstjórn Íslands tók þá ákvörðun fyrst að taka á móti tilteknum fjölda fólks og tók svo nýja ákvörðun að taka á móti auknum fjölda fólks frá Afganistan vegna þess að okkur fannst mikilvægt að axla ábyrgð í samfélagi þjóðanna og tókum þá hlutfallslega í raun og veru á móti fleirum en Norðurlöndin við það tækifæri. Þannig að þegar við lítum til þess sem gert hefur verið, þá höfum við ekki skorast undan ábyrgð í þessu. Hv. þingmaður vísar hér til orða hæstv. Dómsmálaráðherra. Ég vil bara leggja áherslu á það að hér er að ræða fólk í mjög viðkvæmri stöðu og það skiptir máli að sjálfsögðu hvernig við tölum þessa hópa. Og út frá því sem við sjáum þá vitum við að það er um það bil 500.000 á flótta, þar geta orðið 4-5 milljónir eftir því sem svona menn reyna að sjá fyrir, en við vitum líka að staðan breytist mjög hratt dag frá degi. Við vitum líka út frá því sem við höfum í dag að vafalaust vill flest þetta fólk geta snúið aftur. Þannig að þarna þarf að huga því að við getum tekið á móti fólki bæði til skemmri og lengri tíma og að við sýnum það að við stöndum með Úkraínumönnum í þessum skelfilegu aðstæðum sem þau eiga nú í. Það tekur til máls að nýju hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Flóttamannanefnd hefur aðallega verið að hugsa svokallaða kvótaflóttamenn en ekki það fólk sem hefur komið hingað af sjálfsdáðum, fólk á flótta sem leitar hér verndar. Og ég held að við verðum að átta okkur á því og öll ríkisstjórnin að þetta eru ólíkir hópar sem að fá mjög ólíka þjónustu á Íslandi. Annar hópurinn þarf að díla við Útlendingastofnun og það sem að þar á sér stað og hinn hópurinn kemur hingað í boði ríkisstjórnar. Ég vil aðeins velta upp stöðunni líka á landamærum Úkraínu. Ástandið er hvað verst. Landamærum Póllands annars vegar og Ungverjalands hins vegar. Nýjustu tölur segja að 430.000 manns séu nú þegar komin frá Úkraínu frá því að innrásin hófst. Þannig að ég vil spyrja bæði hvað við ætlum að gera fyrir þessi ríki sem að nú er að taka á móti þessum ótrúlega fjölda, en líka hvort að til standi að endurnýja samning við Rauða kross Íslands núna þegar það blasir við að fjöldi flóttamanna sem kemur hingað mun margfaldast og það var einmitt verið að taka ákvörðun það í ríkisstjórn Íslands að endurnýja ekki samningi við Rauða krossinn, þannig að sá málaflokkur snýr að dómsmálaráðherra og það að veita fólki vernd er í algjöru uppnámi. Máls tekur að nýju hæstv. Forsætisráðherra. Herra forseti, hv. þingmaður vísar hér til þess að þetta séu ólíkir hópar, það er að segja kvótaflóttafólk annars vegar og hins vegar þau sem koma hingað og sækja af sjálfsdáðum og sækja alþjóðlega vernd. Það var nú unnið að því á síðasta kjörtímabili að koma á samræmdu móttökukerfi fyrir allt flóttafólk. Meðal annars var nú hér þingmál sem stoppaði allnokkrum sinnum hér á Alþingi. En það var hins vegar ýmislegt gert bæði á vettvangi Fjölmenningarseturs, Vinnumálastofnunar og fleiri aðila til þess að reyna að samræma þetta og tryggja það að móttakan sé í raun og veru í samræmi hvort sem er að ræða kvótaflóttafólk eða fólk sem kemur hingað í leit að alþjóðlegri vernd. Hvað varðar samning við Rauða krossinn þá verð ég eiginlega að vísa þeirri fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra sem fer með þetta mál og það er ástæður sem hann hefur fyrir þeirri ákvörðun. Hún hefur ekki verið borin undir ríkisstjórnina en ég vil bara ítreka það að við munum svara kallinu það að taka hér á móti fólki sem og ég vil líka benda á það skiptir líka máli að styðja betur við mannúðaraðstoð á staðnum því þar er auðvitað staðan mjög þung. Þá
Tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra. Virðulegur forseti, hugur okkar hjá almenningi í Úkraínu og sérstaklega börnum og líka sérstaklega þeim sem eru fatlaðir og veikir sem eiga erfitt á venjulegum tímum en ömurlegar aðstæður á stríðstímum. En því miður á Íslandi líka fólk í ömurlegum aðstæðum á öðrum orsökum. Hagvöxtur hefur ekki komið til almannatryggingaþega. Kaupmáttaraukning hafa ekki séð áratugum saman. En einstaklingar standa núna, ekki einstaklega heldur heil fjölskylda, stóð fyrir fram að það að ætla að leysa út lyf nýlega. 57.000 krónur rúmar, kostnaðar, lyfjakostnaðurinn. En gátu ekki leyst það út. Og það hlýtur að vera eitt af ömurlegasta að þurfa þá að fara að forgangsraða fyrir hvern einstaklingin í fjölskyldunni á að leysa út lyfin. Fyrir barnið, fyrir þann veikasta, hvernig hann á að velja. Á heimasíðu Tryggingastofnunar ríkisins uppbótarlífeyrir, umönnunarkostnað og lyfjakostnaður, kaupa heyrnartækjum, rafmagnsnotkun vegna notkunar á súrefnissýru. Upphæð uppbótar reiknast út frá tekjum og kostnaði. Uppbætur eru tekjutengdar og falla niður ef heildartekjur yfir 276.432 krónur á mánuði. Heildartekjur yfir 276.432 á mánuði að falla niður. Hverjir eru með þessar 276.432 krónur á mánuði í heildartekjur? Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, getur sagt mér það? Hvað ætlar þú að gera í þessu? Til máls tekur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og taka undir með honum varðandi það sem hann sagði í upphafi síns mál Úkraínu og fólk á flótta þar, því að það er hárrétt hjá þingmanninum að það hefur heldur ekki allt fólk jafn tækifæri til að leggja á flótta þó svo það jafnvel vildi gera það, og það á við sérstaklega fólk sem fatlað fólk eins og hv. þingmaður bendi á. En fyrirspurn þingmannsins snýr að uppbótarlífeyri og tækjabúnaði sem skerðist þegar ákveðinu upphæð er náð, og ég vil bara taka undir það með hv. þingmanni að þetta er eitt af því sem við þurfum að leggjast mjög vel yfir núna þegar heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu fer fram. Það er vinna sem ég er að setja í forgang í mínu ráðuneyti, vegna þess að við vitum það öll og við erum öll sammála það að sá hópur samfélagsins sem hefur kannski einna helst setið eftir á undanförnum árum, að það eru örorkulífeyrisþegar. Og við skuldum okkur sjálfum í heild sinni, við erum öll sama þjóðin og við eigum að gera betur þegar það kemur að þessum hópi og þessu fólki. Það er forgangsatriði sem er í vinnslu í ráðuneytinu hjá mér, byggt á vinnu sem farið hefur fram á undanförnum árum. Við höfum talað þetta mjög lengi að þessu kerfi þurfa að breyta og það skulum við gera í sameiningu. Það tekur til máls að nýju hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ég er innilega sammála honum, en því miður, við erum búin að segja þetta svo oft. Alla tíð sem ég hef verið þarna á þingi er búið að vera að segja þessi hópur getur ekki beðið lengur. En hann bíður og hann bíður og hann bíður enn. Og hvað gerðum við hér núna daginn? Jú, við samtum þessu viðspyrnustyrki fyrir fyrirtæki. Flott mál. Það var hægt að afgreiða það á nokkrum dögum hér. En við getum líka hækkað styrki til almannatryggingaþega. Við getum hækkað tekjur almannatryggingaþega. Við getum gert þetta allt núna. Þetta hópur á ekki að bíða lengur. Og það hlýtur að vera löngu orðið tímabært að við hættum að tala þessu mál og framkvæmum.
Látum þennan hóp ekki bíða lengur. Þá tekur til máls að nýju hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég held að við hv. þingmaður séum bara mjög sammála þessi mál. Mig langar þó að benda á að það var stigið skref þó svo það væri ekki risavaxið hér áramótin þegar að hækkun til örorkulífeyrisþega var prósenti meira heldur en hefði verið ef að bara hefði verið miðað við verðlagsbreytingar. Í tengslum við þá ákvörðun ríkisstjórnar og samþykkt Alþingis á fjárlögum að þá var passað upp á það að hið svokallaða fall á krónunni myndi ekki að það sé úr sögunni þegar það kemur að þessari breytingum sem að eru að valda því að þegar ákveðin hækkun kemur inn að þá verði skerðingar með þeim hætti að örorkulífeyrisþegar missi allar bætur. Það var gríðarlega mikilvægt skref sem var skref sem að ég ákvað að stíga núna áramótin. Ég vil líka nefna í þessu samhengi að ég gerði breytingar á reglugerð áramótin sem að gera þeim kleift börnum örorkulífeyrisþega sem að áður var það þannig að ef börn þeirra voru í fullu námi fram til 26 ára aldurs að það var skilyrðið fyrir því að foreldrarnir fengu ekki skerðingar en núna það skilyrðið ekki lengur fyrir hendi. Það nóg að vera í hlutanámi. Þetta eru lítil skref sem ég að nefna hér en þetta eru skref í rétta átt og við munum taka stærri skref á næstu árum því að þetta forgangshópur. Þá tekur næst til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Forseti, stríðið í Úkraínu hófst fyrir mörgum árum síðan. Í raun má rekja það til febrúar 2014 þegar að Janukóvits var kosinn burt af úkraínska þinginu. Þá var Krímskagi innlimaður og upplýsingastríð Rússa hófst sem hefur verið kallað ýmsum vægari nöfnum en stríð. En það nauðsynlegt að kalla hlutina réttum nöfnum og aðgerðir Rússa gegn Úkraínu og mörgum öðrum löndum ekkert annað en upplýsingastríð. Það til ítarleg skýrsla kennd Müller í Bandaríkjunum sem sýndir án nokkurs vafa víðtæka árás Rússlands á kosningar í Bandaríkjunum árið 2016. Sú árás fór aðallega fram á samfélagsmiðlum, fésbók, gagnvart almennum borgurum. Árásinnar voru víðtækari og náðu meðal annars til fyrirtækja, hjálp fyrirtækja eins og Cambridge Analytica vegna Brexit, kosninga á Ítalíu, Kenía, Nígeríu, Mexíkó, Brasilíu, Indlandi, Ungverjalandi og Malasíu. Við vitum þetta út af opinberum rannsóknum og vegna ýmissa gagnaleika. Við vitum að bæði fyrirtæki og ríki hafa stundað víðtækar njósnir og árásir gagnvart almennum borgurum. Við vitum af stafrænum stríðsrekstri Rússa. Við vitum líka að varnir okkar hérna á Íslandi ekkert sérstaklega góðar. Kannski af því að við höfum ekki tekið þessi mál nægilega alvarlega og kannski líka vegna þess að varnaraðgerðir hafa frekar snúist gegn almennum borgurum en í vörn fyrir þau. Stríð Rússa gagnvart Úkraínu nær líka til okkar. Því stríðsvettvangurinn ekki bara á landi, hann líka stafrænn. Þó það sé ekki endilegt að benda beint á stafrænar árásir á Ísland, Rússa á Ísland, þá hægt að benda á slíkar árásir gagnvart Bandaríkjunum og þar sem að samstarf NATO nær til stafrænna árása og fjarskipta, vil ég spyrja ráðherra fjarskipta, hvernig verið að efla varnir almennra borgara á Íslandi gegn netárásum í ljósi allsherjarstríðs Rússlands gagnvart Úkraínu á landi og NATO í stafrænum heimi? Þá svara fyrirspurn hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og þetta einn af þeim öngum stöðunnar sem uppi í dag sem sérstaklega þarf að skoða. Og við höfum auðvitað gert mjög mikið í netöryggismálum á undanförnum árum og höfum tekið stór skref til að efla varnir okkar á þeim sviðum.
og við höfum núna sett sérstaka netöryggisstefnu ríkisins, net- og upplýsingaöryggi, þar sem verður mörkuð sérstök aðgerðaáætlun í hinum ýmsu aðgerðum sem við þurfum að fara í til þess að tryggja öryggi borgaranna með betri hætti varðar netöryggi í heild sinni. Og við erum auðvitað núna að vinna sérstaklega því hvar við þurfum að bæta enn betur vegna þessara stöðu og hefum sett sérstakt teymi í ráðuneytinu og erum auðvitað í samstarfi við utanríkisráðuneytið varðandi það. Og ég held að yfir höfuð þá þetta mjög stór áskorun eins og hv. þingmaður nefnir, en ég viss að allt það sem við höfum gert undanfarin ár til þess að styrkja þessar varnir muni skipta okkur og borgara máli, en ég veit að betur má ef duga skal. Til máls tekur að nýju hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta stafræna stríð hefur varað í 8 ár. 8 ár. Og það alveg nýleg dæmi til dæmis að þingmenn hafi lent í ákveðnum stafrænum árásum. Líka innbrotum á stafrænan hátt. Þannig að maður veltir fyrir sér hvernig þá aðgerðir stjórnvalda að skila sér í auknum vörnum, þá ef ekki gagnvart þingmönnum, þá gagnvart almennum borgurum. Við erum að tala árás á NATO. Hvað þýðir það í því samhengi þess samstarf sem við erum að vinna með? Þetta ekkert léttvægt mál í samhengi þess sem að gerast síðan í raunheimum á landi. Að við erum í samstarfi, varnarsamstarfi, sem nær líka til stafrænna samskipta. Hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra tekur til máls að nýju og svarar fyrirspurn. Virðulegi forseti, að þá samtal á milli Sertis, ríkislögreglustjóra og utanríkisráðuneytisins þessa stöðu mála núna frá degi til dags og það eru reglulegir stöðufundir vegna þessa ástands og planum að upplýsa netöryggisráð gang mála, en Sertis netöryggissveit fjarskiptastofu. En það auðvitað mikilvægt að þetta samstarf virki betur og það búið að setja núna sérstakt plans og mjög skilvirkt samstarf, bæði forsætisráðuneytisins sem fer fyrir þjóðaröryggisráði, öryggis- og varnarmála sem undir utanríkisráðuneytinu, míns ráðuneytis netöryggismál og dómsmálaráðuneytinu netglæpi. Og það samstarf sem við höfum gengið í, meðal annars í Íslandi, sem og þá netöryggissveit sem við höfum sett á fót í utanríkisráðuneytinu, munu vonandi skila sér í því að við stöndum mun betur að vígi en áður. Og auðvitað eru áskoranir núna á hverjum degi og mikilvægt að taka stöðuna á því. Þá tekur loks til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, það var með sanni sérstakt að stíga inn í Hofborghöllina í Vínarborg á fimmtudaginn á fund í ÖSE-þinginu. Hafandi fengið þær fréttir morguninn að eitt ÖSE-ríki hefði hafið allsherjar árás inn í annað. Ég sat 2 metra frá úkraínska þingmanninum sem hélt hjartnæma ræðu. Hann lýsti því hvernig þingmenn í Úkraínu væru að vopnaðast og hvernig þingmenn myndu ætla út á götur til að berjast fyrir sjálfstæði sínu. Hann bar fram ákall aðstoð, ákall vopn, fjármuni og mannúðaraðstoð. Sem betur fer hafa aðgerðir vestrænna ríkja stigmagnast á síðustu klukkustundum og síðustu dögum og eru núna meiri en við höfum nokkru sinni séð áður frá lokum seinni heimsstyrjaldanna. Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra samstöðu innan NATO-ríkjanna.
Hvernig hljóðið núna í NATO og megum við ekki gera ráð fyrir því að þessi innrás Pútíns hafi einmitt þveröfug áhrif frá því sem hann ætlaði sér? Munum við ekki einmitt sjá bandalagið, varnarbandalagið NATO stækka til austurs? Ég heyrði það á máli við kollega mína í Finnlandi og Svíþjóð að þar væri aukinn stuðning við inngöngu í NATO. Á hæstv. Forsætisráðherra von á því að við fáum innan tíðar umsóknir frá Finnlandi, Svíþjóð og að NATO muni jafnvel svara ákalli Úkraínu? Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og svarar fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og það sem við getum verið algjörlega sammála að það hefur verið mjög mikil samstaða bæði innan Atlantshafsbandalagsins, sem hv. þingmaður nefnir hér, og Evrópusambandsins, þar sem við höfum verið í miklu samráði við Evrópusambandið, Ísland og Noregur þær efnahagsaðgerðir sem hefur verið gripið til. Þær aðgerðir voru líka til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins, mikil samstaða þær aðgerðir og það liggur algjörlega fyrir að þetta eru miklu harðari efnahagslegar refsiaðgerðir en við höfum áður séð. Þær snúast það í raun og veru að opna augu rússneskra stjórnvalda fyrir þeirri stöðu að þessi hernaður, hann óásættanlegur. Hann algjörlega óásættanlegur í samfélagi þjóðanna og þess vegna grípum við til þessara hörðu efnahagslegu refsiaðgerða sem ég tel að við sjáum í raun og veru nú þegar bera með sér að þær hafa haft ákveðin áhrif. Við heyrum það að tónninn jafnvel hugsanlega eitthvað aðeins að breytast, af því þetta ekkert smáræði sem hefur verið gert, hvort sem horft til orkumarkaðarins, fjármálamarkaða, rússneska seðlabankans, SWIFT-greiðslunnar, nú eða allra þeirra einstaklinga sem þarna undir. Þá hef ég ekki nefnt lokun lofthelginnar sem hefur líka verið ákveðin í samráði landa sem og réttindi vegabréfsáritanir. Ég vil segja það að því hv. þingmaður spyr sérstaklega vini okkar Finna og Svía. Leiðtogar þessara ríkja voru á leiðtogafundinum og á honum var samþykkt að það yrðu aukin samskipti núna framundan vegna þessara stöðu sem uppi í álfunni. Þessir leiðtogar hafa auðvitað áður setið leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins og hvað sem verður þá tel ég að samstarfið milli Atlantshafsbandalagsins og þessara ríkja sé mjög þétt. Til máls tekur að nýju hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Þakka hæstv. forsætisráðherra svörin. Viðbrögð Rússa og Hvítrússa á ÖSE-fundinum voru eins og víða í alþjóðasamfélaginu, þar sem þau halda því hreinlega fram að þetta hefur verið nauðsynlegar aðgerðir til að koma í veg fyrir þjóðarmorð Úkraínumanna á Rússum. Þetta náttúrulega þvílík herbervitleysa sem engin alþjóðastofnun eða fjölmiðill hefur nokkuð getað staðfest, en þetta eru viðhorf rússneskra og hvítrússneska þingmanna. Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra að því hvort komið hafi til tals að herða refsiaðgerðir gegn Hvíta-Rússlandi og hvort ekki séu raunverulegar áhyggjur fyrir því að Rússar munu einfaldlega nota Hvíta-Rússland til að komast gegn þeim hörðu refsiaðgerðum sem settar hafa verið á landið. Að lokum langar mig að segja það hvort ekki sé komin ástæða til þess að Alþingi Íslendinga álykti sérstaklega þar sem við fordæmum innrásir í Úkraínu, krefjumst þess að vopn verði lögð niður, að mannréttindi verði virt og að alþjóðalög séu ávallt virt. Hæstv. forsætisráðherra svarar fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, ég get tekið undir hvert orð hjá hv. þingmanni þegar hún ræddi mögulega ályktun Alþingis, því þetta auðvitað undirstaðan í því sem íslensk stjórnvöld að segja. Það að virða alþjóðalög, það að virða mannréttindi og það að leggja niður vopn. Ég vil segja það, því hv. þingmaður spyr sérstaklega Hvíta-Rússland eða Belarús, að þvingunaraðgerðir sem tilkynnt var 23. og 5. febrúar beinast einnig gegn einstaklingum í Belarús sem studdu við árás Rússlands í Úkraínu.
Í dag var tilkynnt breytingu á gildandi þvingunaraðgerðum gegn Belarús þar sem 27 einstaklingum og 7 lögaðilum var bætt á lista yfir þau sem sæta þvingunaraðgerðum. Þannig að þvingunaraðgerðir gegn Belarús hafa verið gagnvart einstaklingum og lögaðilum. Við höfum talað fyrir því. Við höfum líka talað fyrir því að fara inn í SWIFT-kerfið eins og svo var ákveðið að gera, af því að við teljum að það sé gríðarlega mikilvægt að ná raunverulegum árangri með þessum refsiaðgerðum, að þær bíti í raun og veru og hafi þau áhrif að Rússar láti af hernaði. Þá er óundirbúnum fyrirspurnum lokið og tekið fyrir annað dagskrármálið, fyrirspurn til forsætisráðherra frá Þórunni Sveinbjarnardóttur, framtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðsmála, mál 294, þingskjal 408, og til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. Forseti, eins og kunnugt þá voru gerðir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði vorið 2019 sem að kallaðir hafa verið lífskjarasamningarnir og svo fylgdi í kjölfarið samningar við stéttarfélög og opinberum vinnumarkaði. Og við gerð þeirra kjarasamninga lofaði ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur fjölmörgum aðgerðum grípa skyldi til þess að létta undir með launafólki og halda friði á vinnumarkaði einnig. Ein af þessum aðgerðum snerist ekki beinlínis að efnahagsaðgerðum eða öðru slíku, heldur hafði augun á framtíðarumhverfi vinnumarkaðarins, þar sem að því var heitið að stjórnvöld og heildarsamtök á vinnumarkaði myndu vinna saman að gerð grænbókar framtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðsmála og að slík grænbók yrði lögð fram á Alþingi til umfjöllunar áður en að nokkrar stefnumarkandi ákvarðanir yrðu teknar. Sagðar voru fréttir af því haustið 2020 í nóvember, minnir mig, að stofnuð hefði verið 3 manna nefnd, mætustu einstaklinga sem hóf störfin við að undirbúa grænbókina og ræða við aðila vinnumarkaðarins, bæði atvinnurekendur og stéttarfélögin, umfjöllunarefni grænbókarinnar. Og eins og þingheimur vísast veit að þá á grænbókin að taka á því í rauninni hver eru áherslumálin, hvað þarf að fjalla, skilgreina umfjöllunina og taka hana svo lengra með þátttöku Alþingis sem að síðan yrði þá á endanum að einhvers konar stefnumarkandi plaggi ef allt gengur eftir. Nú hefur lítið spurst til vinnu grænbókarnefndarinnar svokallaðrar hríð og ég geri mig grein fyrir að það hafa ýmis önnur verkefni verið kannski ofar á blaði hjá Stjórnarráðinu, en mig langar til að nota tækifærið hér og inna hæstv. Forsætisráðherra eftir því hvað líður störfum þessarar nefndar framtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðar. Og ef það þannig eins og ég hef nú haft á tilfinningunum hríð að ekkert sé að gerast í málinu, að þá kannski að greina hv. Alþingi frá því hvers vegna það Þá tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka nú hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir að setja málefni vinnumarkaðarins hér á dagskrá. Það veitir nú ekki af. Og það alveg hárrétt, ég ætla ekki að endurtaka það sem hv. þingmaður fór hér yfir. Ég skipaði þessa nefnd gerð grænbókar á haustmánuðum 2020. Vinna hennar hófst í nóvember það ár. Eins og hv. þingmaður fór hér yfir þá átti hún að fjalla með dálítið breiðum hætti umgjörð á íslenskum vinnumarkaði, skoða löggjöf, regluverk, breytingar á vinnumarkaði, meðal annars í tengslum við tæknibreytingar sem ég veit að hv. þingmaður hefur mikinn áhuga á. Og það var leitað samráðs við heildarsamtök á vinnumarkaði, auk þess sem fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, félags- og vinnumarkaðsráðuneyti, sambandi sveitarfélaga og embætti ríkissáttasemjara kæmu að þessari vinnu.
Strax í upphafi var kallað eftir efni og áliti aðila vinnumarkaðarins helstu viðfangsefni og álitamál í tengslum við þau. Og það eiginlega bara skemmst frá því að segja að það komi mjög takmörkuð viðbrögð við þessum óskum. Stórir aðilar lýstu miklum efasemdum þetta verklag. Það þyrfti að gefa þessari vinnu meiri tíma en áætlað var. Samtalið þyrfti að eiga sér stað á vettvangi formanna, heildarsamtaka, forystufólks, stjórnvalda áður en hægt væri að taka það lengra. Þannig að það sem við höfum gert til þess að hlusta á þessar raddir að við höfum á vettvangi þjóðhagsráðs, en eins og hv. þingmaður þekkir þá var þjóðhagsráð aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og Seðlabankans fyrst sett á laggirnar 2016, en í tengslum við lífskjarasamninga var hlutverk þess endurskoðað og útvíkkað til breiðari afkoma og sjónarmið innan ráðsins, þannig að þjóðhagsráð hefur í raun að einhverju leyti orðið vettvangur þessarar mikilvægu umræðu. Þar sitja formenn stjórnmálaflokka sem aðild eiga ríkisstjórn hverju sinni, ætíð forsætis- og fjármála- og efnahagsráðherra, forystufólk Alþýðusambandsins, Bandalags háskólamanna, BSRB, Kennarasambandsins, Samtaka atvinnulífsins, Samband íslenskra sveitarfélaga og Seðlabankans. Það skemmst frá því að segja að það hafa verið haldnir mjög tíðir fundir í nýju þjóðhagsráði og á árunum 2020 og 2021 þá voru haldnir mjög margir aukafundir vegna COVID og það auðvitað rétt sem hv. þingmaður segir hér. Vissulega tók heimsfaraldur að einhverju leyti yfir þau verkefni sem við vorum að vinna með aðilum vinnumarkaðarins, en við höfum líka verið að ræða á vettvangi þjóðhagsráðs ýmis þau atriði sem má segja að skipti máli fyrir umgjörð vinnumarkaðarins. Nú á síðasta fundi okkar ræddum við til að mynda hlutverk ríkissáttasemjara og hvaða umbótum hægt að ná fram í kjaraviðræðum. Þar var kallað eftir frekari tölfræði og frekari gögnum þegar kemur að því til að mynda meta tímann sem líður frá því að samningar losna þar til sest við samningaborð. Það hefur verið gagnrýnt að við séum með allt of marga samninga sem hreinlega klárast áður en sest að samningaborðinu, svo dæmi sé tekið. Við höfum verið á vettvangi þjóðhagsráðs núna líka að ræða efnahagsmálin og stöðu þeirra sem auðvitað sérstök á loknum heimsfaraldri eftir umfangsmiklar efnahagsaðgerðir, hvernig skuli halda áfram. Húsnæðismál, og það var á vettvangi þjóðhagsráðs eða eftir umræður á vettvangi þjóðhagsráðs þar sem ég ákvað að setja af stað framhalds átakshóp húsnæðismál. Nú fram undan eru fundir afkomuöryggi, almannatryggingar, atvinnuleysistryggingar, stuðningur barnafjölskyldur, sí- og endurmenntun og tengsl hennar við vinnumarkaðinn og ekki síður andlega heilsu á vinnumarkaði. Það má segja að þarna á þessum vettvangi hafa aðilar vinnumarkaðarins sett á dagskrá þau atriði sem þau meta mikilvæg fyrir umgjörð vinnumarkaðsmála. Og ef ég ætti að reyna að miðla því hér hver áherslan þá myndi ég segja að það sé mjög mikill þungi í því að vilja ræða vinnumarkaðsmálin í samhengi við velferðarmál, í breiðum skilningi þess orðs, þar að segja ekki bara stuðningskerfin okkar, heldur líka það sem lýtur að framhaldsfræðslunni, vinnumarkaðsaðgerðum, hreyfanleika á vinnumarkaði og öðru slíku. Þannig að svo ég bara dragi þetta nú saman í mjög stutta samantekt, þá höfum við tekið þessi mál upp til fyrstu umræðu, getum við sagt, á vettvangi þjóðhagsráðs og ég vonast til þess að sú umræða muni svo skili sér í framhaldsvinnu þar sem það var alveg ljóst að aðilum fannst grænbókavinna ekki geta farið af stað nema hún hefði verið rædd á þessum vettvangi áður. Og við þurfum eiginlega bara að meta stöðuna eftir því sem þessari vinnu okkar á vettvangi þjóðhagsráðsins vindur fram. Forseti vill minna á að á fyrirspurnafundi sem þessum þá geta aðrir þingmenn en ráðherrar og málshefjendur tekið til máls einu sinni í 1 mínútu og hér hafa allavega 2 gefið sig fram og gef ég fyrst orðið hv. 10. þingmanni Suðurkjördæmis, Guðbrandi Einarssyni. Já, virðulegur forseti, það ánægjulegt að inn í þingskjal
skuli koma þessi mál sem að skipta svo miklu máli og hafa svo mikil áhrif bara upp á framtíðarstöðu okkar sem samfélags, en ekki síður stöðu almennings í landinu. Með hvaða hætti við nálgumst kjarasamninga sem að skipta máli. Hæstv. Forsætisráðherra nefnir hér að launþegahreyfingar vilji ræða kjarasamninga samhliða velferðarmálum og það er auðvitað bara skiljanlegt. Hér sítt og heilagt að ræða að við þurfum að búa til eitthvað sem heitir íslenskt vinnumarkaðsmódel í einhverju samhengi við norrænt vinnumarkaðsmódel, en það gerist aldrei vegna þess að við erum að upplifa allt annan stöðugleika á Íslandi sem er ekki til staðar á Norðurlöndum. Þar býr fólk við ákveðinn stöðugleika og það er ekki ætlast til þess að launþegahreyfingar semji eitthvað á meðan að umgjörðin og undirstöðurnar er ekki í lagi. Þá tekur til máls og gerir stutta athugasemd hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég fagna því að við fáum tækifæri til að ræða vinnumarkaðsmál og ég held við ættum reyndar að taka sérstaka umræðu þau. Ég vil taka undir það sem hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson sagði hér á undan, að það eru ákveðnar undirstöður, grundvallarundirstöður í íslensku samfélagi sem þarf að laga til þess að menn og fólk geti sest að samningaborðinu með reisn og nokkuð mikilli vitneskju að það sé hægt að vinna að einhverju stabílu módeli sem ég tel mikilvægt að við förum að flytja okkur yfir, að við förum að fara úr þessu vinnumarkaðslíkani sem hefur gilt hér í áraraðir, áratugi, og við erum að sjá ekki síst núna þegar við erum komin í verðbólgu og vexti á uppleið, að þá er þörf fyrir svona stöðugleika í vinnumarkaðsmálum sem aldrei fyrr, ekki síst fyrir almenning í landinu. En auðvitað er það fróðlegt og ég hefði gjarnan viljað fá að heyra hér meðal annars hvaða boðskap forsætisráðherra og ríkisstjórnin ætlar að fara með inn í kjaraviðræður, til dæmis varðandi aðkomu ríkissjóðs. Mun ríkisstjórnin gera til dæmis kröfu um það að kjarasamningar samræmist meðal annars efnislega verðbólgumarkmiðum ríkisstjórnarinnar? Það er mikilvægt fyrir okkur sem hér erum að vita slíka afstöðu og nálgun. Þá tekur til máls og gerir stutta athugasemd hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég tek undir það. Það er mikilvægt að við ræðum þetta hér, þó ég hef almennt verið á því að það eru aðilar út á markaði sem eiga að semja og við sem þing eigum ekki að taka þátt í því. En þá er það þetta umhverfi sem virðist vera svo séríslenskt, það að á Norðurlöndunum eru almennt fyrirliggjandi nýir kjarasamningar þegar samningur rennur út, eða í 90% tilfella held ég. Hér er það 0. Það bara gerist ekki að það sé nýr kjarasamningur á borðinu þegar kjarasamningur rennur út. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við verðum að breyta og ég veit að ríkisstjórnin hefur haft ákveðið þetta í sínu sáttmála og hér er vísað í undirbúningsvinnu fyrir það. Þannig ég held að það sé svo sannarlega mikilvægt að við ræðum þessi mál og komumst að einhverju sameiginlegu fleti hvað það varðar. En þetta er auðvitað ekki mál sem við ein getum ákveðið hér, heldur snýst þetta samstarf. Þetta snýst samstarf út af þeirra sem eru úti að semja og þá er mjög mikilvægt að verkalýðshreyfingin komi að borðinu og við sameinumst öll mikilvægi þess að við höfum hér kjarasamninga sem almennt gildi til lengri tíma og við höfum meiri fyrirsjáanleika þegar kemur að vinnumarkaðsmálum. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það er alveg rétt sem hefur komið fram hérna. Við erum með dálítið brotið vinnumarkaðsmódel og ég tel að eina leiðin til þess að laga það er að fá ákveðið akkeri, ákveðinn fastan grundvöll í kjaraviðræður hérna á Íslandi sem næst einungis með því að huga og ná að við verðum að vera sammála kaup og kjör þeirra stétta sem sinna grunnstoðum landsins í menntakerfinu og í heilbrigðiskerfinu. Og þá dugar ekki að stjórnvöld sendi til dæmis hjúkrunarfræðinga endurtekið í gerðardóm aftur og aftur og aftur. Það býr ekki til grundvöll að neinni samstöðu neitt á vinnumarkaðnum.
Þannig að við þurfum að byrja þar með víðtækri samstöðu það hver laun þessara stétta eiga að vera sem að þá allir aðrir geta miðað sig við. Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég þakka fyrir innlegg þingmanna í þessa umræðu og svör forsætisráðherra. Ég verð að viðurkenna að það hryggir mig eilítið að grænbókarferlið skyldi hafa strandað með þessum hætti. Ég geri mig grein fyrir að það auðvitað skiptir máli að taka þessa umræðu á vettvangi þjóðhagsráðs, en hitt ferlið þar sem verið að safna hugmyndum og álitamálum og verið að búa til samstöðu framtíðina, og það miður ef við getum ekki unnið þannig, og ég vona að forsætisráðherra hæstvirtur beiti sér fyrir betra samtali við verkalýðshreyfinguna það, meðal annars vegna þess að það auðvitað ekki bara það að hér séu risastór kjaralota framundan á næstu 1,5, kannski 2 árum. Hana þarf að undirbúa, og hér vísað til kjaralíkansins eða vinnumarkaðslíkansins í nágrannalöndunum. Þar virðist fólk bæði kunna á klukku og dagatal, og það unnið eftir ákveðnum föstum leikreglum sem er ekkert mjög flókið að koma sér saman en það þarf auðvitað að koma sér saman þær, og ég veit alveg að fulltrúar launafólks hafa kannski ekki alveg sömu hugmyndir það og fulltrúar atvinnurekenda, en þar skiptir einmitt svo miklu máli að koma fólki saman í samtalið og finna leiðina í gegn, af því að úrlausnarefni sem bíða okkar eru fjölmörg. Það ekki bara, sem ekkert bara, að semja kaup og kjör fyrir öll stéttarfélög í landinu. Við erum með húsnæðismálin, risavaxið velferðarmál sem í fullkomnu óefni og komið hefur fram í máli forseta ASÍ að aðalmálið fyrir komandi kjaraviðræður. Við erum með lífeyrismálin og lífeyristökualdur til dæmis á borðinu sem þarf að ræða og verður að takast í almennu samtali á milli aðilanna. Við höfum ólokið verkefnum eins og því mikilvæga verkefni sem fylgdi samningnum jöfnun lífeyrisréttinda á milli almenna og opinbera markaðarins, að jafna kjör á milli markaða. Allt þetta hefur legið í láginni allt of lengi og ég vil brýna forsætisráðherra til þess að setja þessi mál á dagskrá. Að lokum tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, það náttúrulega ekki hægt að koma hér upp og tala að þessi mál hafi legið í láginni. Því eins og ég fór hér yfir þá hefur þjóðhagsráð verið mjög virkt og raunar má segja að síðasta ríkisstjórn og sú sem nú situr hafi beitt sér af mjög miklum krafti í vinnumarkaðsmálum. Ég get farið hér upp og talið upp. Hér var lagt niður kjararáð, hér var stofnuð kjaratölfræðinefnd, hér var endurskipað þjóðhagsráð með útvíkkuðu hlutverki, hér var gefin út mjög yfirgripsmikil yfirlýsing í tengslum við lífskjarasamningana sem kom fram í máli hv. þingmanns, þar sem voru boðaðar aðgerðir og við þær staðið vel flestar, og ég get nefnt húsnæðismálin. Þriðjungur þeirra íbúða sem byggður var nýr hér í fyrra og hittiðfyrra kom til vegna aðgerða stjórnvalda. Það segja auknum stofnframlögum við almennar íbúðir og nýjum hlutdeildarlánum. Ég get rætt hér lengingu fæðingarorlofs. Ég get rætt hér 3 þrepa skattkerfi og svo framvegis. Allt sprettur þetta meðal annars úr samtali stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins. En stjórnvöld smíða ekki nýtt vinnumarkaðslíkan. Það gera aðilar vinnumarkaðarins, og hv. þingmaður sem fyrrverandi formaður heildarsamtaka launafólks þekkir mjög vel tregðu verkalýðshreyfingarinnar sérstaklega til að koma inn í samtalið grænbókina. Við verðum bara að segja þá hluti eins og þeir eru. Þar var gríðarleg tregða hjá heildarsamtökum launafólks, og það þannig að samtal verður að eiga sér stað með vilja þeirra sem taka þátt í því samtali. Ég þvinga engan til samtals. Ég hef hins vegar á vettvangi þjóðhagsráðs sett þau mál á dagskrá sem stjórnvöld vilja ræða, sem verkalýðshreyfingin vill ræða, sem atvinnurekendur vilja ræða, og ég hef ekki gefist upp á því samtali aldrei nokkru sinni. Það þekkir hv. þingmaður mjög vel frá sinni fyrri tíð, vegna þess að ég trúi því einlæglega að öflugt samtal þessara aðila sé liður í öflugu samfélagi, og öflug samfélagsgerð, hluti af öflugri samfélagsgerð sterk verkalýðshreyfing, gott samtal aðila vinnumarkaðarins við stjórnvöld og þetta mikilvæga samspil sem ég nefndi hér áðan velferðarkerfi og vinnumarkaðslíkan. Ég hef ekki gefist upp á því samtali
þótt ég taki það kannski í auknum mæli á öðrum vettvangi en til stóð þegar til grænbókarvinnu var stofnað. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Staða heimilanna í efnahagsþrengingum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, mál 120, þingskjal 122. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Fyrsta spurning mín til hæstv. Fjármálaráðherra snýr að því hvernig ráðherra hyggist bregðast við þeim áhrifum sem hækkandi verðbólga hefur á verðtryggðar skuldbindingar heimila og hvort komi til greina að setja þak á þau áhrif eða leiðrétta líkt og fordæmi eru fyrir. Leigusamningar eru langflestir verðtryggðir og þegar hefur leiga hækkað 10.000 hjá fjölmörgum. Ég vona að hæstv. Ráðherra ætli ekki að reyna að bjóða þessum heimilinu upp á að halda því fram að meðaltöl sýni að launakjör þessara heimila hafi batnað svo gríðarlega að hér sé engra aðgerða þörf. Það er ekki raunveruleiki sem þessi heimili búa við og þau vita betur. Ég frábið mér einnig tala skjól verðtryggingar á erfiðum tímum og að greiðslubyrði þeirra hækki ekki því það er beinlínis rangt. Vextir verðtryggðra lána munu hækka eins og vextir annarra lána og þeirra afborganir því hækka en að auki mun 30 milljóna króna lán bæta heilum 7 milljónum við sig á lánstímanum bara út af þessu eina ári. Það er hár kostnaður að sitja uppi með vegna þessa eina árs og þessi hækkun upp á heila 7 milljónir króna miðast við að verðbólga hækki ekki frekar á árinu sem allt stefnir þó í. Önnur spurning snýr að því hvernig ráðherra hyggst sjá til þess að þær vaxtalækkanir sem þegar hafa komið fram af hálfu Seðlabanka Íslands skili sér að fullu til neytenda. Vaxtalækkanir Seðlabanka skiluðu sér ekki nema nokkru leyti til neytenda en hækkanir hans skila sér hins vegar alltaf að fullu. Hvernig hyggst hæstv. Fjármálaráðherra taka á þessu misræmi eða finnst honum bara allt í lagi að bankarnir geti alltaf hagað málum sér í hag á kostnað neytenda? Þriðja spurningin snýst hvort ráðherra telji koma til greina að grípa til aðgerða fyrir heimilin vegna þeirra vaxtahækkana sem virðast fyrir uppsiglingu, svo sem með því að setja þak á vexti húsnæðislána eða að leiðrétta fyrir hækkun þeirra líkt og fordæmi eru fyrir. Síðan þessi spurning var lögð fram hafa vaxtahækkanir þegar orðið og aðgerðaleysi ráðherra við vaxtahækkunum bankanna sem eru þegar komnar yfir það sem samið var í lífskjarasamningnum segir sína sögu og veitir kannski svar við þessari spurningu. En engu að síður væri gott að fá það staðfest hvort það séu bankarnir sem ráða mestu afkomu þjóðarinnar og hvort ríkisstjórnin beygir sig undir ákvarðanir þeirra sem enginn hefur kosið til að fara með svo mikil völd. Fjórða spurningin hvort ráðherra telji koma til greina að bregðast við þeim fordæmalausu aðstæðum sem heimsfaraldurinn hefur skapað með aðgerðum til að tryggja að enginn þurfi að missa heimili sitt af þeim orsökum. Það á enginn að þurfa að missa heimili sitt vegna afleiðinga COVID-19. Það minnsta sem ríkisstjórnin getur gert að létta þeim áhyggjum af fólki og lofa því að einstaklingar og fjölskyldur verði varin gegn heimilismissi í stað þess að setja það í hendur bankana enda það uppskrift af hörmungum eins og nýleg dæmi sanna. Í raun má segja að þessar spurningar snúist hver stjórni þessu þjóðfélagi, kjörnir fulltrúar eða bankarnir sem enginn hefur kosið. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, eitt af meginmarkmiðum Seðlabanka Íslands að verðbólgan sé sem næst 2,5% á 12 mánaða grundvelli, en sveiflur í efnahagslífinu leiða til þess að verðbólgan sveiflast í kringum þetta markmið. Þótt mikill efnahagsbati og erfiðleikar í aðfangakeðjum heimsins hafa leitt til hækkunar verðbólgu á alþjóðavísu. Þessi alþjóðlega þróun ásamt sérstakri hækkun húsnæðisverðs á Íslandi undanfarin ár hafa drifið áfram verðbólgu sem nú ríflega 6%. Þegar litið til samevrópsks mælikvarða á verðbólgu verðbólgan engu að síður svipuð á Íslandi og annars staðar í Evrópu og það gildir þessi misserin og reyndar svona að jafnaði. Hvað varðar leiguverði sérstaklega þá árshækkun þess nú 3% eða nálægt verðbólgumarkmiði. Þetta það sem mælingarnar sýna okkur. Í ljósi sögunar eðlilegt að Íslendingar óttist verðbólgu. Hins vegar þarf að hafa í huga að umgjörð efnahagsmála hefur gjörbreyst til hins betra á undanförnum árum. Þótt verðbólgan hafi hækkað hún mun lægri en í kjölfar fyrri efnahagsáfalla.
Allar spár gera ráð fyrir því að verðbólga lækki á ný á næsta ári. Kaupmáttur heimilanna hefur vaxið þrátt fyrir faraldurinn og spár gera ráð fyrir enn frekari kaupmáttarvexti. Þetta á sérstaklega við þá tekjulægri, en nefna má að hagur þeirra var bættur sérstaklega með breytingum á tekjuskattskerfinu. Þá er rétt að hafa í huga að skuldir heimilanna eru nú meir en þriðjungi lægri í hlutfalli við ráðstöfunartekjur en fyrir áratug síðan. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli, að skoða hverjar ráðstöfunartekjurnar eru og bera það saman við skuldirnar og greiðslubyrði þeirra. En ef við skoðum þetta í hlutfalli við landsframleiðslu þá eru skuldir heimilanna hvergi lægri á Norðurlöndunum en hér. Þá hafa heimili nú val lánaform og geta flest með einföldum hætti flutt lán á milli tegunda og lánveitenda. Í því samhengi má nefna að einungis helmingur útistandandi húsnæðislána er verðtryggður sem er veruleg breyting frá því sem áður var. Staða heimilanna er allt önnur og betri en í kjölfar fyrri efnahagsáfalla. Ríkisstjórnin mun áfram hins vegar leggja mikla áherslu á að verðbólga haldist lág og stöðug, en það gengur best með ábyrgri stjórn ríkisfjármála sem stuðlar að stöðugleika fremur en að ýta undir þenslu og verðlagshækkanir. Undanfarið höfum við tekið stór skref í samræmi við tillögur í hvítbók fjármálakerfið. Neytendum hefur til að mynda verið gert kleift að flytja sig með lágmarkstilkostnaði á milli lánastofnana. Í lögum fasteignalán hefur verið sett hámark á uppgreiðslugjald sem er 0% í tilfelli lána með breytilegum vöxtum og eykur verulega samkeppni á milli lánastofnana. Að auki hefur stimpilgjald á lánaskjölum verið fellt niður og bankaskatturinn lækkað, meðal annars til þess að stuðla að lægri fjármagnskostnaði heimilanna. Með þessum aðgerðum hafa stjórnvöld stuðlað að heilbrigðara fjármálakerfi sem ætti að tryggja betur að þær breytingar á vöxtum sem Seðlabankinn ákvarðar skili sér til heimilanna. Enda höfum við aldrei í okkar hagsögu haft hagstæðari húsnæðisvexti en undanfarin ár. Samkeppni á íbúðalánamarkaði virðist hafa aukist talsvert og aukin hagkvæmni í bankarekstri hefur skilað sér til neytenda, en vaxtamunur innlána og útlána vaxtabanka, sem er einn mælikvarði á þetta, þessi vaxtamunur hefur ekki verið lægri í áratug. Þótt stýrivextir hafi farið hækkandi eftir að hafa lækkað meira en fordæmi eru fyrir, eru allar líkur á að vextir verði áfram lágir í sögulegum samanburði. Því samhengi er rétt að benda á það sem fram hefur komið hjá peningastefnunefnd að aukið vægi óverðtryggðra íbúðalána sé tilefni til að taka varfærnari skref í vaxtahækkunum en ella. Það er þess vegna fátt sem bendir til þess að þróun vaxta á húsnæðislánum muni kalla á víðtækar eða almennar mótvægisaðgerðir af hálfu stjórnvalda. Að lokum í upphafi faraldursins buðu bankarnir og lífeyrissjóðir í samráði við stjórnvöld upp á greiðsluhlé á íbúðalánum. Raunin varð sú að færri þurftu á því úrræði að halda en óttast var og engin merki að greiðsluerfiðleikar heimila hafi aukist mikið frá því fyrir faraldurinn. Hins vegar er mikilvægt að fylgjast áfram vel með þróun mála og þess vegna fagna ég þessari áherslu hjá hv. þingmanni sem ég tel að sé til fyrirmyndar og skipti miklu máli. Við verðum að fylgjast mjög vel með þessari stöðu, en þeir einstaklingar sem glíma við fjárhagsvanda geta lagt fram umsókn aðstoð hjá umboðsmanni skuldara. Sú stofnun leitar lausna fyrir viðskiptavini með eins mildum úrræðum að hægt er og greiðsluaðlögun er eitt af þeim. Reynslan af þessari aðstoð er góð og eins og staðan er núna er ekki að sjá þörf fyrir önnur úrræði. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að vekja máls á þessu, því ég held að það sé alltaf mikilvægt að við tölum efnahagsmál hér í þessum sal og hvaða áhrif það er að hafa á heimilin í landinu. Ég hef sagt það nú hér áður að í upphafi kórónuveirufaraldursins þá hafði ég verulegar áhyggjur. Ég hafði verulegar áhyggjur af því að við værum að sigla inn í ástand sem væri kannski sambærilegt og það sem við lentum í eftir bankahrunið. En það hefur komið ánægjulega, kannski ekki óvart, en það hefur allavega verið ánægjulegt að sjá það hvað aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa skipt miklu máli og hvað við höfum náð fljótt uppdampi aftur, sem gerir það að verkum að það er nú kannski ekki það sem ég hefði mestar áhyggjur af núna.
En verðbólgan í eðli sínu eitthvað sem við þurfum alltaf að hafa augun á og áhyggjur af og kannski akkúrat núna hefur maður mun meiri áhyggjur af því sem að gerast úti í heimi og hvaða áhrif það kann að hafa á efnahagshorfur hér heima svo og auðvitað á efnahag heimilanna í landinu. Þá gerir stutta athugasemd hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hér hefur verið talað að verðbólgan sé innflutt. Það var hrakið mjög fljótt þegar það var vísað í það að aðallega hefur vísitala neysluverðs hækkað út af húsnæðisliðnum. Vísitala neysluverðs hefur hækkað 9% frá því að faraldurinn hófst, en 10–12% ef þú skoðar þá undirliði sem varða matvæli, samgöngur og húsnæði. Þannig að þau sem að rauninni eyða öllum sínum tekjum í þessa liði eru að búa við miklu hærri verðbólgu heldur en flestir aðrir sem að hærri ráðstöfunartekjur. Og mér finnst aldrei óþægilegt þegar verið að tala að við séum með mjög lágar skuldir í samanburði við önnur lönd, því að við höfum upplifað á sama tíma gríðarlega eignasöfnun af því að einfaldlega húsin hafa orðið verðmætari. Mér langar að fá það aðeins skýrara hvort það verið að tala hérna nettó eða brúttó skuldir eða hvernig það því að það skiptir máli. Þetta var eins og þetta þróaðist fyrir hrun, þá var það einmitt þannig að þegar að bólan síðan sprakk að þá hrúguðu skuldirnar vegna of hás íbúðaverðs ofan á það sem voru að taka allt of há lán út af húsnæðisbólunni. Þá gerir stutta athugasemd hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, þetta ágætt umræða hjá þingmannum hér undan mér. Hvað erum við að tala, hvað mengi? Við vitum að síðustu 10 árum, áratug, þá var vextir svo aldrei verið lægri á Íslandi. Og þá er kannski spurning hvernig það takast við málið. Er það sértækt fyrir ákveðna hópa eða alltækt fyrir allt mengi? Eins og við komum fram í þessari umræðu, þá er eignastaða Íslendinga í húsnæði aldrei verið sterkari. Lánin lánshlutfallið miðað við eignastofninn, sást með því lægsta sem hefur þekkst í landinu áratugum saman, ef nokkurn tímann, það hefur verið jafn gott hlutfallið. Þannig að þarf þá ekki að tala kannski sértækara hvað erum að fást við. Síðan getum við tekið stefnu Reykjavíkurborgar með lóðaskort og annarra sveitarfélaga á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu og víða landið, hvort að hún sé nægileg, og kannski hvernig við byggjum upp þennan byggingageira til að sinna framboðinu. Ég held að þetta sé áhugavert efni og við þurfum að taka svolítið ákveðinn hluta málsins betur fyrir í þessari umræðu. Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ég vil þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir svörin og öðrum sem hafa hér tekið þátt í umræðunni. Ég náttúrulega bara ein af þeim sem satt í vanda í ég veit ekki hvað mörg ár, alveg fram til 2019 út af eftirmálum hrunsins. Fyrir utan að hafa horft í augun á ansi mörgum sem að það gerðu og sem að lentu í því að missa heimili sín eftir hrun. Og ég vil byrgja brunninn áður en að nokkur dettur ofan í hann. Og hvað varðar, það er of seint að grípa inn þegar að fólki er vísað, við skulum segja, á einu lausnina sem að til dæmis var í boði til hrun sem var umboðsmaður skuldara, og ég ætla bara að segja það hér, það er lausn sem virkar ekki. Hún virkar engan veginn. Og þar fór fólk til dæmis í einhvers konar greiðslustöðvun og svo sat það uppi með allan pakkan þegar það fékk svo á endanum höfnun hjá umboðsmanni skuldara. Með vöxtum, vaxtavöxtum, dráttarvöxtum og mjög oft í verri stöðu en það var áður. Og ég hef stundum tekið þannig til orða, hlutverk umboðsmanns skuldara var að matreiða fólk fyrir bankana og segja því hvað það mátti ekki gera, það gæti bara borða havragraut 3 alla daga vikunar nema kannski pulsur á sunnudögum. Það var það sem umboðsmaður skuldara gerði og þetta var ekki gott. Þannig að ég vil með öllum ráðum koma í veg fyrir að svoleiðis staða komi upp aftur. Hvaða mengi þetta eru? Þetta er fólk sem er
það geta ekki allir skipt yfir í óverðtryggð lán þó þau myndu vilja það. Það er bara mjög margir sem geta það ekki. Þeir fá ekki greiðslumat fyrir það eins og staðan er. Þeir geta það ekki og við höfum mælt fyrir því hér að fólk fá að gera það því var hafnað. Okay? Þá komum við að þessum alþjóðlegu áhrifum og húsnæðisliðnum. Hvers vegna er verið að hækka vexti þegar að verðbólgan er að stórum hluta innflutt? Það er nú eitt. Annað er að af hverju er ekki húsnæðisliðurinn tekinn út úr vísitölunni? Það eitt og sér myndi bjarga gríðarlega miklu. Bara eftir við erum að tala bara fólk sem á í verulegum erfiðleikum og þó að það sé talað að leiga hafi bara hækkað 3% til einhverja tölur það, þá er það staðreynd sem að við höfum að leiga hefur í mörgum tilfellum hækkað 10%. Að lokum tekur til máls hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er kannski aðalatriðið hér að þegar við skoðum heilt yfir stöðu heimilanna þá er hún sterk. Hún er sterk vegna þess að ráðstöfunartekjurnar hafa vaxið og verðbólga hefur undanfarin misseri verið lág. Vextir hafa verið mjög lágir og við höfum gert umbætur á húsnæðislánamarkaði og bara í fjármála starfsemi á Íslandi sem að leiða til þess að neytendur njóta mun betri kjara. Og þetta skiptir máli vegna þess að þegar við stöndum frammi fyrir svona þeim göllum eða ókostum sem að verðbólguskot hefur í för með sér að þá skiptir það öllu hver staða heimilanna er. Og hér var því velt upp hvort að staðan væri hvort að verkstaða væri sú sem að ég var að vísa til hérna áðan eða hvort þetta væri hrein staða heimilanna, en ég var einfaldlega að bera skuldirnar saman við ráðstöfunartekjur heimilanna sem er það sem á endanum skiptir kannski hvað mestu máli. Hvaða hlutfall af ráðstöfunartekjum fer í að þjónusta húsnæðislán? Og þar er staðan bara býsna sterk og hún er sömuleiðis sterk gagnvart mælikvörðum eins og landsframleiðslu, en ég tek auðvitað undir með þeim sem segja að það eru fáir sem velta því fyrir sér hvað þeir sjálfur skulda í húsinu sínu sem hlutfall af landsframleiðslu. Það er eflaust mjög sjaldgæft. En aðalatriðið er nú samt það að eins og staðan er í dag að þá erum við ekki að sjá skýr merki aukin vanskil í fjármálakerfinu og hækkun á húsnæðisverði og aukin verðbólga, hærri vextir en við höfum notið undanfarin 2-3 ár gefa ástæðu kannski fyrst og fremst til þess að huga að fyrstu íbúðarkaupendum, þeim sem enn eiga eftir að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Það er fólki sem að maður er kannski einna helst að hugsa og þar virðist vera mikill markaðsbrestur á framboðshliðinni. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið fyrirspurn til innviðaráðherra frá Birni Leví Gunnarssyni, rannsóknir á möguleikum á byggingu nýs flugvallar í Hvassahrauni, mál 218, þingskjal 314, og til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Samkomulag rannsóknir á nýjum flugvelli í Hvassahrauni var undirritað 29. nóvember 2019. Í þeim samningi er gerð grein fyrir hinum ýmsu rannsóknum sem þarf að vinna fyrir árslok 2024. En á fyrstu 2 árum verkefnisins á hins vegar að klára ákveðnar rannsóknir til þess að hægt sé að leggja mat á frekara framhald þess. Þau 2 ár eru nú liðin og eðlilegt að spyrja framhald verkefnisins. Spurningar sem eru settar fram í fyrirspurninni eru hvernig miðar undirbúningi og framkvæmdum við nýjan flugvöll samkvæmt samkomulagi ríkis og Reykjavíkurborgar frá 2019. Hafa rannsóknir verið fjármagnaðar, það var búist við 100 milljónum frá hvorum samningsaðila og síðan hvenær er von á niðurstöðum. Hvers konar rannsóknar niðurstöður myndu teljast neikvæðar og gera flugvöll í Hvassahrauni óæskilegan? Voru þau viðmið sett áður en að rannsókn á flugskilyrðum hófst? Og lokum, ef ákvörðun yrði tekin byggingu nýs flugvallar, hversu langan tíma tæki sú framkvæmd? Það hafa heyrst ansi langar stórar áratölur
og í samanburði við framkvæmdir kannski á flugvöllum í öðrum löndum er það dálítið stærri, lengri tími heldur en að þar heyrist allavega. En að auki að miðað við að fyrsta fasa rannsóknar ætti að vera lokið, hefur ráðherra fengið einhverja kynningu á frumniðurstöðum og hvort þær gefi eitthvað til kynna framhald verkefnisins. Því að miðað við hagræna frumathugun Rögnu-nefndarinnar er nefnilega að ræða 100 til 150 milljarða króna samfélagslegan ábata á verðlagi dagsins í dag af því að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Það munar nú minna fyrir landsmenn. Ábatinn væri enn meiri ef að spítalinn hefði ekki verið byggður við Hringbraut heldur á aðgengilegri stað fyrir bæði höfuðborgarbúa og íbúa landsbyggðarinnar sem dæmi. En metið er að tíminn, ferðatími þeirra sem væru að fara í flugi, í sjúkraflugi, myndi lengjast það bil 10 mínútur eða svo, sem myndi núllast út ef að spítalinn hefði verið byggður á aðgengilegri stað. En það er kannski allt í lagi því að það er alls ekkert ólíklegt að það þurfi bara að byggja nýjan spítala þegar að þessari framkvæmd í Hvassahrauni á að ljúka, miðað við þær tölur sem maður hefur heyrt eða þau ár sem maður hefur heyrt að það taki að byggja þennan flugvöll. Þannig að þegar allt kemur til alls þá eru þessar auka 10 mínútur væntanlega engar, enda eru líka til fleiri lausnir til þess að stytta slíkan tíma heldur en endilega þarna. En sá hluti sem að snýra þeim ferðatíma er ekki nema einhver örfá prósent, 2-4% af heildarferðatíma sjúklinga. En augljósa spurningin hlýtur því að vera að ef að hagrænar væntingar eru svona gríðarlega jákvæðar, eða ef maður tekur það niður á ár 2 til 3 milljarða á ári, hvers vegna hefur þetta verkefni tafist jafn mikið og raun ber vitni? Svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, frú forseti, þakka nú hv. þingmanni fyrir að taka þetta hérna upp og við eigum möguleika á að taka hér til umfjöllunar þetta stóra mál og það er rétt sem hv. þingmaður nefnir að hér fyrir nokkrum árum lágu fyrir svona einhvers konar ávinningur á mjög stóri stærðargráðu upp á 150 milljarða í skýrslum viðurkenndra aðila og mér fannst þetta vera þess eðlis mál sem væri það hagkvæmt fyrir eða það mikil ávinningur fyrir þjóðarbúið að þarna yrðum við að skoða alla hluti gaumgæfilega og almennilega og geta svarað þessu. Ég hef ekki fengið endanlega skýrslur af þessu öllu saman en í ljós hefur nú reyndar komið að þessi ávinningur er ekki fyrir hendi enda voru menn þarna að bera saman epli og appelsínur eins og oft gerast. En þegar menn fóru að bera saman raunverulega hluti þá er hann nú ekki eins mikill. Ég vil líka segja það að rannsóknirnar í heild sinni eins og hv. þingmaður var að vísa til að væri svona skipti í tvennt í stóru leyti hafa í raun gengið býsna vel. Ég kem aðeins inn á kannski tímalínuna í því undir lokin. Nú varðandi spurningar hv. þingmanns þá er það þannig að rannsóknirnar hafa verið fjármagnaðar og það er þannig að hvor aðili sig, þar að segja ríki annars vegar Reykjavíkurborg, leggja jöfnu til fjármagn til rannsókna og þær hafa verið innan þeirra marka sem við settum, þar að segja það sem hefur verið samið. Rannsóknirnar standa enn yfir og þær eru af margvíslegum toga. Veigamestar eru veðurmælingar sem hófust í ársbyrjun 2021 og það er ætlað að þær standi yfir til ársloka á þessu ári, þar að segja verði alveg 2 heil ár. Hins vegar er mat á náttúruvá sem að stóð til að yrði unnið á síðasta ári en verður unnið á þessu ári af hálfu Veðurstofunnar og í framhaldinu verður unnið úr rannsóknargögnum og áætlað er að niðurstöður liggi fyrir síðasta lagi mitt ár 2023. Það liggur ekki fyrir ákvörðun hvort að gerð flugvallarins verður þar sem að grundvallarrannsóknum er ekki lokið og það væri ekki mjög skynsamlegt að hefja framkvæmdir áður en að slíkum niðurstöðum að slíkum rannsóknum lýkur. Þannig að slíkar ákvarðanir hafa auðvitað ekki verið teknar. Varðandi hvort að rannsóknarniðurstöður, hvort að viðmið hafi verið sett áður og hvurslags niðurstöður teldust jákvæðar og neikvæðar,
þá er kannski stutta svarið já, viðmiðin eru sett fyrirfram, þau eru þekkt, til að mynda nýtingarstöðull, og þar í samkomulaginu er lögð áherslu á að áætla nýtingarstöðull flugvallarins í samanburði við þá flugvelli sem fyrir eru á suðvesturhorninu, og viðmiðið er að flugvöllurinn í Hvassahrauni verði jafn góður eða betri en Reykjavíkurvöllur. Það kemur fram í samkomulaginu og þar eru þá nýtingarstöðlar á bakvið. Helsta áhyggjuefnið þegar rannsóknir hófust var ókyrrð í lofti eða flugkvika, og því hefur verið lögð áherslu á að meta hana. Nú síðan, eins og allir þekkja, hófst eldgos í Fagradalsfjalli sem hefur auðvitað aukið vægi náttúruvár í umræðunni, afsakið. Nú, lokaspurning er kannski þessi: ef allt þetta yrði nú jákvætt og það yrði talið hagkvæmt og skynsamlegt miðað við viðmiðin og nýtingarstuðla og annað að fara í þessar framkvæmdir, hversu langan tíma tæki það? Og miðað við reynslu í undirbúningi stærri framkvæmda þá má búast við því að skipulagsbreytingar geti tekið 2 ár að lágmarki. Umhverfismat hefur verið talið að þessari framkvæmd milli 5 til 8 ár, hönnun 2 ár og framkvæmdir með útboðsferli 6 til 8 ár. Samanlagt gæti tíminn því orðið 15 til 20 ár. Og það er sambærilegur tími miðað við reynslu erlendis af verkefnum af svipuðum toga. Auðvitað er í einhverjum tilvikum hægt að vinna samtímis eitthvað af þessum verkefnum, en svona stóra myndin er þessi, 15, kannski 12, 13, upp í 20, það er að segja þá til 2035 eða 2040, svona sirka í dag ef við verðum að horfa á þetta. Og tímalínan við rannsóknirnar hefur seinkað fyrst og fremst vegna þessarar náttúruvár, þessar eldgosa og jarðskjálfta sem hafa verið, og Veðurstofan hefur einfaldlega ekki treyst sér til þess að klára það verkefni, en bæði veðurrannsóknir og flugrannsóknir hafa verið í fullum gangi. Þá gerir stutta athugasemd hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, frú forseti. Stórt og mikilvægt mál og mikilvægt að halda upp umræðu það. Ástæðan fyrir að fara að tala Hvassahraun á sínum tíma er það að sá möguleiki að setja stækkan upp í fullbyggðan alþjóðaflugvöll. Það er grunnforsenda. Þannig að þetta haldist í hendur, þú byggir innanlandsflugvöll og getur síðan stækkað hann upp í alþjóðaflugvöll. Það er forsenda fyrir því að það fara að ræða Hvassahraun á sínum tíma. Bessastaðan er sem hugmynd til dæmis datt út vegna þess að það var ekki hægt að stækka hann upp í alþjóðaflugvöll. Þessum datt hún út, en sem innanlandsflugvöllur var það möguleiki sem aldrei í sjálfu sér verið skoðaður vegna þess að hann var hafnað í ákveðnu ferli í öllu þessu. Þannig að það er að halda svolítið í tímalínu og svona samhengi hlutana. Jafngóður eða betri kostur en Vatnsmýri, það þekkjum við. Þannig að það er eftir að fá niðurstöðuna fyrir því. 15-20 ár, eins og hæstv. Ráðherra kemur inn á, er þekkt, vítt og breitt en vestræna heim í svona ferli. Þannig að 1 mínúta á svona mál er stuttur tími. Gerir stutta athugasemd hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka þessa umræðu. Ég hjó nú eftir því að hæstv. Ráðherra nefndi tölulega 150 milljarða við það að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Ég held að sú tala getur nú hækkað verulega, að minnsta kosti í 200 milljarða. Ég hef nú ekki verið talsmaður þess yfir höfuð að flytja Reykjavíkurflugvöll, en ef svo færi að það væri nauðsynlegt þá teldi ég það að innanlandsflugið ætti að fara suður til Keflavíkur og við ættum að byggja þar upp þá aðstöðu sem þarf til þess. Ég held að það sé mun hagkvæmara og skynsamara. Þar er okkar alþjóðaflugvöllur og öll sú aðstaða sem að þarf. Ég legg sérstaklega áherslu á það sem kom fram í máli ráðherra að það liggur ekki fyrir mat á náttúruvá sem hefur náttúrulega breyst heilmikið bara núna á einu ári, réttu ári síðan að gosið hófst. Og Páll Einarsson okkar virti jarðvísindamaður hefur minnst á það að nú sé kominn tími á Reykjanesskaganum, við megum búast við eldsumbrotum næstu áratuginn ef ekki hundruði.
Þannig að ég held nú að menn ættu nú að fara þegar þetta liggur fyrir þessi skýrsla mat á náttúruvá að þá verði nú breyttar forsendur. Það nú mín skoðun. Þá gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Já, það mikilvægt að miklar rannsóknir fari áður en svona mikil fjárfesting og breyting fer af stað og hér var talað veður og náttúruvá en svo náttúrulega umhverfismatið og skipulagsmálin eftir þannig að við erum að tala 50 ár, það búið að taka 20 ár að fá að leggja eina straumlínu þarna. En mér langar þá að snúa þessu við og segja að ábatinn af þessu að margt búið að breytast frá því að þessi nefnd fór á stað. Nú erum við alþjóðaflugvelli í Keflavík og þar ríkið búið að gera rammaskipulag á sínu svæði, Kattagóssvæðinu eða Ásbrú upp á 40.000 manna byggð. Þannig að þá þurfum við kannski ekki að fá all Vatnsmýrasvæði undir íbúabyggð, heldur getum bara byggt á landi ríkisins á Ásbrú. Þar sem að stærstu vinnustaðir landsins eru, Isavia, Icelandair, Bláa lónið og fleiri í næsta nágrenni. Þannig að ég held að við ættum að fara að skoða þessi mál þetta flug og alþjóðaflug út frá réttum forsendum miðað við veruleikann í dag. Þá gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Í þessu samhengi hér kom hæstv. Ráðherra inn á það áðan að þetta væri 15 til 20 ára tími til þess að flugvöllur í Hvassahrauni yrði bær til notkunar. Sjálfur ég nú mikill efasemdarmaður að það sé nokkuð viti yfir höfuð að halda þessum rannsóknum áfram, en látum það liggja á milli hluta. Það sem ég vil beina hér til hæstv. Ráðherra hvernig hann sjái fyrir sér skilyrði í Vatnsmýrinni á Reykjavíkurflugvelli til þessa tíma. Nú liggja fyrir rannsóknir hollensku geimferðastofnunarinnar skert rekstrarhæfi vallarins á grundvelli byggðar á valsvæðinu svokallaða og mikill varúðartónn verið sleginn varðandi uppbyggingu í Skerjafirðinum sem gæti haft veruleg áhrif á rekstrargetu flugvallarins í Vatnsmýrinni strax á næstu árum og við horfum á 15 til 20 ára framkvæmdatíma í þessum velli sem mögulega hugsað sem kom í staðinn fyrir Vatnsmýrina. Hvað sér hæstv. Ráðherra fyrir sér að verði staða innanlandsflugsins verði komi upp sú staða að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni verður ekki rekstrarhæfur lengur vegna þess að það verður búið að þrengja svo mjög að honum? Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, eins stórt mál og þetta þá þetta samt hluti af miklu stærra vandamáli. Það rauninni skortur á heildarsýn í því hvernig bæði samgöngur og samgöngur í flugmálum eiga að þróast á næstu áratugum með tilliti til dæmis heilbrigðisöryggis. Það að mínu mati óásættanlegt að það sé ákveðinn flöskuháls hérna í Reykjavík fyrir öryggi vegna Landspítalans háskólasjúkrahúss. Að allir þurfi nauðsynlega að koma hingað í ákveðnar öryggisaðgerðir. Það ætti að sjálfsögðu að vera dreifðari áhætta hvað það varðar út af því að við búum á mjög miklu veðurofsa landi, sérstaklega núna í febrúar. Þannig að ég kalla í rauninni eftir því að nú búið að stofna hérna innviðaráðuneyti og þá að ná öllu saman og gera allt skilvirkara, að við fáum plan á borðið það hvernig þetta á eftir að virka, ekki bara til 5 og 15 ára eins og í samgönguáætlun, heldur einmitt með tilliti til skýrslu langtímahorfur í efnahagsmálum sem að til dæmis fjármálaráðuneytið gefur út, varðandi mannfjöldaþróun, varðandi stefnu stjórnvalda það hvernig byggð á að þróast víðs vegar landið, hvar verða alþjóðaflugvellir út allt land, hvar verður neyðarþjónusta vegna heilbrigðismála út allt land með tilliti til þeirra tenginga. Því að þetta mál einn hluti af því sem varðar hérna suðvesturhornið og það rosalega mikilvægt að það sé skýr stefna það hvert sé verið að fara. Það ekki tækt lengur að það sé flugvöllur hérna í Vatnsmýrinni. Það það bara ekki. Það ekki tækt að flugvöllurinn að sjúkrahúsið sé við Hringbraut. Það það bara ekki. Þrengingarnar of miklar og hafa verið heillengi og við vitum það alveg heillengi. Við vitum það frá upphafi þessarar aldar.
en samt var ekki farið eftir því. Þannig að á næstu árum eða áratugum þurfum við að teikna upp heildarmyndina af þessu til þess að sé hægt að gera eitthvað sem heitir byggðastefna á Íslandi. Að lokum tekur til máls hæstvirtur innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi frú forseti, ég vil nú jafnframt þakka hv. þingmönnum fyrir að taka þátt með málefnalegum hætti í þessari umræðu. Og það er rétt sem að einn þingmaður nefndi að þessir 150 milljarðir var ávinningur við alþjóðaflugvöll og það var þeirri tölu sem var búið að vera að fleygja hér fyrir nokkrum árum og það var ástæðan fyrir því að í upphafi síðasta kjörtímabils að ég setti þessa vinnu að ganga vegna þess að ég vildi ekki vera sá ráðherra sem skoðaði ekki hvort við ættum möguleika á að fá 150 milljarða ávinning samfélagið. Kostnaður við uppbyggingun er hins vegar miklu meiri eins og annar hv. þingmaður kom hér inn á. Hann er miklu meiri og það sem búið er að skoða, hann er ekkert ósvipaður og kannski tvöföldun á uppbyggingunni í Keflavík. Og það er rétt að það er hægt að skoða skipulag, ég kem aðeins inn á það á eftir. Varðandi fyrirspurnina með skilyrðin í Vatnsmýrinni, þá er það alveg skýrt að í þessu samkomulagi þá skal Reykjavíkurborg þá viðhalda sama rekstraröryggi á núverandi flugvelli. Ef að Skerjafjarðar hugmyndirnar raska því, þá þurfa þær einfaldlega að stöðvast, bíða. Það liggur alveg augljóslega fyrir nema einhverjar mótvægisaðgerðir séu til og það ef að það væri þannig. Þannig að þessu þarf bara að svara og er í vinnslu og mun skýrast. Og ég sammála þeim sem hóf hér umræðuna. Stóra myndin er auðvitað að horfa á þetta í 30 til 50 ára skipulagi og alla þessu þáttum og þannig höfum við verið að vinna þetta, þannig höfum við verið að hugsa, þannig höfum við verið að undirbúa samgönguáætlun og flugstefnu og þessa stóru mynd eins og með Sundabrautina það hvort að Sundahöfnin verði þarna til næstu 50 eða 70 árana. Þannig að ef ég má sletta frú forseti, eða segja be my guest, ég er tilbúin í þessa umræðu, ég er búin að vera tilbúin í hana lengi og hún tengist þessari umræðu íbúa þróun hér á þessu svæði og þróun sveitarstjórnarstigsins en megin flutningsleiðana. En við erum að ávarpa þetta bæði í samgönguáætlun og flugstefnu og það er hugsun á bakvið þá stefnu. Ég vil minna þingmenn á að þingmálið er íslenska. Umræðum 5. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, fyrirspurn til innviðaráðherra frá Diljá Mist Einarsdóttur, staða framkvæmda í Reykjavík vegna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, mál 296, þingskjal 411. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti. Fyrir rúmum 2 árum síðan undirrituðu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins og ríkið svokallaðan samgöngusáttmála. Sáttmálinn inniheldur fögur fyrirheit það sem áttu að vera umfangsmestu samgönguframkvæmdir sögunnar til að flýta úrbótum á höfuðborgarsvæðinu. Þar skuldbinda aðilar samkomulagsins sig til að flýta tilteknum framkvæmdum í Reykjavík og fyrirspurn mín til hæstvirts innviðaráðherra snýr að þeim. Spurningarnar eru skýrar og einfaldar og ég vonast til þess að fá skýr og einföld svör. Það er engin þörf á flækjum og málalengingum þegar ég bara spyrja stöðu á framkvæmdum. Er búið að bæta umferðarljósakerfið og snjallvæða umferðarljósin okkar? Aðgerð sem átti að ráðast í þegar í stað. Hvað með gatnamótin við Bústaðaveg og gatnamótin við Breiðholtsbraut sem átti að ljúka á árinu 2021? Hver er staðan á þeim? Gatnamótum sem voru sett í forgang vegna hárrar slysatíðni. Og hver er staðan á uppbyggingu Keldnalands? Hún er á lista yfir flýtiframkvæmdir og áhugavert að fá svör við því, ekki síst í ljósi stöðunnar á fasteignamarkaðnum í Reykjavík. Hefur leiðarkerfi Strætó verið bætt frá því samkomulagið var undirritað? Markmið sáttmálans er að auka öryggi, bæta samgöngur, minnka tafir og draga úr mengun og það er ríkið sem fjármagnar hann að langstærstum hluta. Það er ríkið sem borgar brúsann. Ég lagði fram þessa fyrirspurn til hæstvirts ráðherra sem þingmaður Reykvíkinga, ekki síst til þess að hvetja hann
til þess að hafa öflugt og virkt eftirlit með því að Reykjavíkurborg standi við samkomulagið. Það fer nefnilega ekki fram hjá okkur sem búum í Reykjavík að þessar framkvæmdir eru ýmist ekki hafnar eða komnar mjög skammt á veg þrátt fyrir að þeim hafi átt að vera lokið á síðasta ári. Það tekur til máls hv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Hæstvirtur. Forseti biðst afsökunar. Virðulegi frú forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir þessa bara margþættu fyrirspurn og ætla að reyna að komast í gegnum það á þessum 5 mínútum. Hjó þó eftir að þingmaðurinn hafði þau orð uppi að þessar framkvæmdir ættu að vera, svo vitna sé nú orðrétt til, og staðreyndin er svo að þær bæði eru og verða mestu framkvæmdir sem hafa verið framkvæmdar hér á Suðvesturhorninu. En varðandi umferðarljósin þá má segja að snjallvæðing umferðarljósa hafi í raun hafist árið 2007 og í dag er rúmlega helmingur umferðarljósa á höfuðborgarsvæðinu með miðlægastýringu og það er unnið að því núna í þessu verkefni að tengja öll umferðarljós. Árið 2020 við upphaf samgöngusáttmálans fór fram greining á núverandi umferðarljósakerfi og rekstri þess, auk þess sem metnir voru kostir og gallar mismunandi umferðarljósakerfa, meðal annars vegna gagnrýni sem hér var nú tekin upp í þinginu. Niðurstaða úttektarinnar var að kerfið sem hefur verið innleitt á síðustu árum er gott og einnig sú tækni sem það byggir á. Því var lagt til að haldið yrði áfram á sömu braut og áhersla lögð á að nýta betur þá möguleika sem núverandi kerfi býr yfir. Einnig ætti að leggja áherslu á að þróa stefnu með skýrum markmiðum, skilgreina mælikvarða og ferla til að mæla árangur, meta þörf á mannafla, efla samvinnu veghaldara, þ.e. Vegagerðarinnar og sveitarfélaganna. Og í framhaldinu var stofnaður samstarfshópur Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar og SSH umferðarljósastýringar og honum falið að gera aðgerðaáætlun hvernig ná mætti betri árangri með umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu. Og fyrstu verkefni samkvæmt aðgerðaáætlun eru nú í vinnslu og snúa þau að því að skilgreina stefnu og markmið ásamt úrbótaverkefnum og einstaka gatnamótum. Markmið vinnunnar er í anda sáttmálans, það er að stuðla að greiðari samgöngum og auknu öryggi í umferðinni og ég fékk ágætis kynningu á þessu verkefni fyrir áramót eða fyrir jól. Og það virðist vera í þokkalegum ferli. Varðandi stöðuna á breytingu gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar þá er það að segja að Vegagerðin og Reykjavíkurborg vinna að frumdrögum að breyttri útfærslu þessara gatnamóta sem snúa að því að breyta núverandi gatnamótum í gatnamót með vinstri beygju af Reykjanesbraut inn á Bústaðaveg á brú. Ekki verði hins vegar hægt að taka vinstri beygju af Bústaðavegi inn á Reykjanesbraut sem aðeins er hægt að gera utan annað tíma í dag. Eftir breytingar verða því ekki umferðarljós á þessum stað á Reykjanesbraut. Vinna við frumdrögin er langt komin en hluti vinnunnar felst í því að útfæra legu borgarlínu á Reykjanesbraut frá Mjódd að Vogabyggð. Þá er ferlið við mat á umhverfisáhrifum hafið með undirbúningi á tillögu að matsáætlun. Gert er ráð fyrir að for- og verkhönnun ásamt mati á umhverfisáhrifum ljúki á næsta ári og í framhaldinu verði framkvæmdin boðin út, það er að segja á næsta ári. Varðandi Arnarnesveg og Breiðholtsbraut og gatnamótin þar, þá er forhönnun á útfærslu þeirra gatnamóta. Þá hófst hún mitt ár 2021, lauk í nóvember síðastliðinn. Það er unnið nú að hönnun framkvæmdarinnar og gert ráð fyrir henni ljúki nú einfaldlega bara á næstu dögum, vikum. Kópavogur og Reykjavíkurborg eru með sameiginlegt deiliskipulag fyrir Arnarnesveg í kynningu. Gert er ráð fyrir að deiliskipulagsferlinu ljúki núna í vor og í framhaldinu verður framkvæmdin boðin út og er áætlað að framkvæmdir hefjist mitt þetta ár. Þannig að boðin út í vor og framkvæmdir hefjist mitt ár. Varðandi uppbyggingun á Keldnalandi, hvort hún sé hafin og ef svo er hver sé staðan á henni, að þá er það þannig samkvæmt samgöngusáttmálanum að ríkið leggur Keldnalandið til betri samgangna OHF sem er síðan ætlað að þróa landið í samstarfi við Reykjavíkurborg og nýta afraksturinn af því til að fjármagna verkefni sáttmálans að hluta. Betri samgöngur tóku til starfa í janúar 2021 og óskaði fyrirtæki þá eftir samstarfi við Reykjavíkurborg þróun og skipulag landsins.
Borgin skipaði starfshóp skipulagningu landsins 31. maí síðastliðinn og hafa betri samgöngur frá þeim tíma unnið að undirbúningi þróunar og skipulags Keldnalands í samstarfi við Reykjavíkurborg og eftir því sem best veit, bara á fundi í morgun, að þá gangi það ágætlega. Unnið nú að nauðsynlegum grunnrannsóknum á landinu, gagnasöfnum og greiningu sem gengur vel og í framhaldinu áætlað að vinna rammaskipulag fyrir svæðið og deiliskipulag fyrstu uppbyggingarreita í kjölfarið. Uppbyggingin sjálf getur svo hafist að því starfi loknu. Ég þori ekki að fullyrða hér tímalínuna í þessum hluta. Nú varðandi leiðakerfi strætós, þá verð ég að fá að koma það upp bara hér í mínum loka orðum, en mig langar að geta þess í upphafi að samgöngusáttmálinn, hann snýst uppbyggingu innviða en ekki rekstur almenningssamgangna, en ég með upplýsingar hvernig það hefur þróast engu að síður. Þá gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég þakka þessa góðu umræðu. Hér skiptir mestu máli þegar höfuðborgarsvæði sáttmálann rætt að skipulag og fjármögnun þurfa að tala saman og þurfa bæði að ganga upp svo hann gangi fram. Og umferðarljósastýringin var ekkert að ástæðulausu sett í fyrsta forgang og út af því að þar var hægt að ná 30% árangur í að minnka tafir sem ætti að vera ódýrasta lausnin til að ná markmiðum sáttmálans að vera loftslagsvænn og draga úr töfum og auka flæði umferðar fyrir alla samgöngumáta og þar á meðal almenningssamgöngur. Og ég verð bara að segja það, ég með mjög miklum vonbrigðum með að fara að byggja áfram á gömlu ljósastýringakerfi sem eldgamalt, af því að allar borgir hér í nágrannaborgir okkar endurnýja sitt ljósastýringakerfisútboð á 4 ára fresti. Þetta eru 3 milljarðar sem kostar að endurnýja þetta hér, sem ódýrasta og arðbærasta framkvæmd sem hægt að fara í, þannig við skulum ekki byggja á gömlu kerfi þarna. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, gerir stutta athugasemd. Frú forseti, mig langar til að þakka fyrirspyrjanda, hv. þingmanni Diljá Einarsdóttur, fyrir að hefja þessa umræðu og mig langar til að þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir greinargóða yfirferð og skýr svör. Mér fannst tónninn í spurningum hv. þingmanns svona allt að því neikvæður, líkt og hún teldi samgönguuppbyggingu og samgöngusáttmála vera einkamál Reykjavíkurborgar. Auðvitað ætlunin að standa við sáttmálann, til þess þarf auðvitað að vera góð sátt við betri samgöngur, vegagerðina og sveitarfélögin öll á höfuðborgarsvæðinu. En það vakti athygli mína hver svör ráðherrans voru að tæknin til snjallvæðingar hefur þegar verið innleidd. Við vitum að staðan á breytingu gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar sú að það beðið eftir tillögu frá Vegagerðinni og lagning Arnarnesvegar að Breiðholtsbraut í auglýsingu. Þannig að allir þeir þættir sem hv. þingmaðurinn að spyrja og málið stendur mér líka nærri sem þingmaður Reykjavíkur, eru nú í fínasta farvegi að mér sýnist. Þá gerir stutta athugasemd hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég var á fundi þingmanna hérna á höfuðborgarsvæðinu í kjördæmaviku síðustu viku og þar kom fram í máli kynnenda þar að þetta atriði með umferðarljósin var dálítið ofmetið í nýrri og endurskoðun á því að þá gat það ekki skilað eins umfangsmiklum umferðarbótum og virtist vera möguleiki. Þannig að forgangurinn þar hefur kannski breyst aðeins. Hins vegar var samt kvartað undan því að fjármagnið innan samningsins það atriði væri kannski helst til lítið og dreifðist á mörg ár og þyrfti kannski að aðlaga það eitthvað. Að öðru leyti þá sýnist manni framkvæmdirnar ganga svona tafalaust í rauninni, kannski ekki akkúrat samkvæmt áætlun en allavega án tafa sem bæði frá Reykjavíkurborg og frá stjórnvöldum sem jákvætt. Áhyggjurnar mínar snúast hins vegar að helmingi fjárheimildana, 60 milljarðana sem eiga að koma í veggjöldum frá stjórnvöldum.
Það er ekki sýnilegt hérna á þingi ennþá og ég hef áhyggjur af því hvort það var komist í gegnum þingið yfirleitt. Þá gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni málshefjanda þessa góðu umræðu og mikilvægu. Þetta byrjar nú ekki sérstaklega vel, þykir mér, það samstarf sem grundvallast á samgöngusáttmálanum. Ef við horfum á stofnbrautaframkvæmdirnar, þá eru þau 2 erfiðu, flóknu gatnamót sem ætlunin var að ganga til verks með mislægum gatnamótum. Í báðum tilvikum er búið að falla frá þeim áætlunum. Bæði hvað varðar Bústaðaveg og Reykjanesbraut og Arnarnesveg og Breiðholtsbraut. Þetta þykir mér ekki góð byrjun á þessu öllu. Síðan er spurning sem hefur komið á óvart með hversu svona léttvægum hætti svör berast við. Það er spurningin hvert fer umferðin þegar kjarnaframkvæmd í þessu öllu, Miklubrautarstokkurinn, er ræddur. Þar virðist ekki með nokkru móti hægt að tosa út sjónarmið þeirra bestu sérfræðinga sem að málinu koma það hvert umferðin skuli fara. Því auðvitað hverfur hún ekki eins og dögg fyrir sólu. En mínúta er knappur tími í svona umræðu en það væri áhugavert ef að hæstv. Ráðherra hefur betri upplýsingar það hvert umferðin á að fara á meðan unnið verður á stokki á Miklubraut. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir gerir stutta athugasemd. Já, virðulegur forseti, ég tek undir þakkir til hv. þingmanns og hæstv. ráðherra. Ég held að sé mikilvægt að við ræðum málefni höfuðborgarsvæðisins. Þau eru allt og oft út undan og við höfum horft fram á algjört fjársvelti þegar kemur að framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu svo áratugum skiptir. Þannig að þess vegna fagnaði ég mjög höfuðborgarsáttmálanum. Loksins myndum við sjá raunverulegt fjármagn renna til framkvæmda á höfuðborgarsvæðinu og það er mikilvægt. Ég ætla að taka undir ákveðin vonbrigði varðandi ljósastýringarmálin. Ég sat einmitt fund eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hjá Vegagerðinni og ég verð að viðurkenna að það kom mér á óvart að sjá hvað við værum einhvern veginn ennþá á fyrstu skrefunum varðandi ljósastýringarmálin. Það er ekki í samræmi við þær upplýsingar sem ég fékk þegar við vorum að ræða þetta mál. Þannig að mér finnst mikilvægt að við sem þingmenn fáum þá betri upplýsingar raunverulega stöðuna á því máli og af hverju það er svo að ljósastýringar eru ekki að skila, bætt ljósastýring sé ekki að skila jafn miklu og ráð var fyrir gert í upphafi. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, kannski sannleikur málsins sá að ljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu geta ekkert endilega skilað miklu meira fyrir bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að þær hafa nú þegar verið hannaðar með þarfir einkabílsins í huga en ekki þarfir gangandi vegfarenda, hjólandi eða þeirra sem þéttbíla ættu þetta að vera hannað út frá. Þetta er eitthvað sem var ekki rætt nógu mikið þegar samgöngusáttmálinn var gerður, sem endurspeglast í því að til dæmis var ekki gert loftslagsmat á samningnum frekar en samgönguáætlun yfirleitt. En ég vil bara beina því til ráðherra að skoða frekar leiðir til að setja fólk í forgang í þéttbýlinu frekar en bílana. Þannig að fólk geti komist öruggt á milli staða, þurfi ekki að bíða lengi á gatnamótum vegna þess að græn bylgja gildi þar fyrir bíla með tilsvarandi aukningu á umferðarhraða og minna öryggi fyrir alla þátttakendur í umferðinni. Þá gerir stutta athugasemd hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson. Frú forseti, þegar við ræddum samgöngusáttmálann á sínum tíma þá var þessi umferðarljósastýring töluverður hluti af því máli. Þannig að það er mikilvægt að kannski að upplýsa þá þingið kannski inn í umhverfis- og samgöngunefnd til dæmis, hæstvirtri, ef þetta hefur eitthvað breyst í eðli sínu varðandi umferðarljósastýringuna. Svo legg ég áherslu á það með Sundabrautina sem var hluti af því samkomulagi að hún kæmi inn. Það hefur síðan komið í ljós núna á síðustu vikum að varðandi arðbærni eða arðsemi framkvæmda, það er varla hægt að finna í þessu landi arðbærari framkvæmd heldur en Sundabrautina. Og síðan eitt af
rétt í lokin svona inn í skipulagsmálin hérna, sem ungur maður sem ólst upp í Vesturbæ Reykjavíkur og gamla Hringbrautin var full alla morgna, út á nesið og af því á kvöldin, þetta ekki breyst í 40 ár. Það hlýtur bara að vera lykilatriði alltaf í þessu máli, það að færa störfin austar í borgina nær íbúamiðju borgarinnar. Þá gætum við kannski náð einhverri svona skynsamlegri nýtingu næstu áratuga til að finna einhverja lausn á málinu. Það væri að byggja upp svæðin hérna austar í borginni til þess að jafna úr umferðinni. Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi, hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Innviðaráðherra fyrir svörin og eins þingmönnum sem hafa tekið hér þátt. Það er meginregla í samningarétti að samninga skuli halda og mér virðist af svörum hæstv. ráðherra að Reykjavíkurborg hafi ekki gert það þegar kemur að samgöngusáttmálanum. En ég vissi það nú svo sem fyrir, verandi íbúi í Reykjavík. Ég átta mig til dæmis alveg á því að það er ekkert búið að bæta hérna umferðarljósastýringu. Ég var nefnilega ekki að spyrja árin 2007 til 2019. Ég var að spyrja umferðarljósastýringu eftir undirritun sáttmálans. Og ég varð að lýsa yfir smá vonbrigðum með langt svar hæstv. ráðherra að undanskildum lokaorðunum málið í ferli. Og ferlið er meira að segja úrelt og gamaldags. Og það er ekkert hægt að sannfæra mig það að þetta sé ferli sem eigi að taka mörg ár. En við reyndar sem erum búin að bíða eftir Sundabraut í 30 ár, við erum öllu vön í Reykjavík. Þegar kemur að gatnamótunum þá heyrðist mér það sama vera upp á teningnum, ferli, ferli, ferli. Þessum framkvæmdum átti hreinlega að ljúka árið 2021. Strætó er ekki orðinn betri, það er meira að segja búið að leggja af næturstrætó. Og það er hvorki byrjað að skipuleggja né byggja upp Keldnaland, sem er einmitt í bakgarðinum heima hjá mér, heimatökin að fylgjast með. Undirbúningur þróunar framkvæmdar hljómar eins og Sundabrautaframkvæmdin síðastliðin 30 ár. Virðulegi forseti, ef samningsaðili vanefnissamning er einfaldlega hægt að grípa til vanefndarúrræða. Það er til dæmis hægt að krefjast efnda og það er jafnvel hægt að rifta. Ríkið hlýtur að velta því fyrir sér að beita slíkum úrræðum í ljósi stöðunnar. Meirihluti Reykjavíkurborgar getur einfaldlega ekki valið úr ákvæðum sáttmálans til að efna. Að lokum tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti. Ég vildi klára hérna fyrir spurningarnar varðandi leiðakerfi Strætó og ítreka að samgöngusáttmálinn snúist uppbyggingu en ekki rekstur. Engu að síður var það nú þannig að COVID sem skall á allt og alla, COVID-19, fylgdi auðvitað með verulega takmarkanir á samgangi og samskiptum almennings og þar með almenningssamgöngum og það skal þess vegna, og það fylgdi auðvitað hrun í fjölda farþega í Strætó með tilsvarandi samdrætti tekjum. En ríkið styrkti engu að síður almenningssamgöngur hér á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega 120 milljónir á síðasta ári vegna áhrifa faraldursins, sem að það var líka að gera í öðrum almenningssamgöngum á landinu. Nú, Strætó hefur, eftir því sem að mér fekk upplýsingar verið að bæta einhverjar leiðir. Það hófst akstur á leið 22 í Urriðaholt í Garðabæ 2020, tíðni aukin haustið 21. Það sama gildir að akstur var hafinn á nýrri Pöntunarleið í Gufunes sem og í iðnaðarhverfi í Hellnahraun sem leið 26 núna í byrjun febrúar. En það sem ég vildi kannski koma hér að ég er á þeirri skoðun að umferðarljósastýringarnar munu skila mjög miklu og ég hef ekki heyrt að þær hafi verið ofmetnar. Það getur vel verið einhverjir þingmenn hér í þessum sal hafi talið að þær myndu skila enn meiru. Og ég verð að segja alveg eins og er að ég heyri að hér eru margir sérfræðingar sem telja meira að þeir viti hvað kerfið sé hannað. Ég þykist nú ekki vera með þá þekkingu. Ég hef sitið marga fundi það sem verið að gera. Ég treysti þessu fólki. Við fengum bæði erlenda sem innlenda sérfræðinga til að skoða kerfið sem frá Siemens sem sagði það bara í lagi.
Það þarf bara að laga þetta og uppfæra þetta og það verður mjög gott. Og það ferli í gangi, sú vinna í gangi, hefur hún gengið hægar heldur en tilstóð? Já, mér finnst það. Hún hefði mátt ganga hraðar. Hefði uppbyggingin á stofnbrautunum og borgarlínuverkunum mátt ganga hraðar miðað við fyrstu drög? Já, hefði mátt gera það. En það hefur nú bara svo margt annað sem tekur tíma í þessu ferli. Mislæg gatnamót eru það hræðilegt ef þau séu ekki, ef það er bæði brú og að bestu manna yfirsýn búið að hanna að þetta virki sem góð samgöngubót örugg í einhverjum gatnamótum. Ég ætla ekki að fara að standa hér og dæma það. Þannig ég ætla að halda því hér fram í lokin að við séum á býsna góðri leið með samgöngusáttmálann og í traustum höndum betri samgangna sem ég treysti ágætlega til þess að þróa verkefnið áfram. Umræðum 7. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 8. dagskrármálið fyrirspurn til innviðaráðherra frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, heilsársvegur yfir Öxi, mál 316, þingskjal 444. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegur forseti. Múlaþing er landfræðilega langstærsta sveitarfélag landsins með 4 byggðakjarna og umfangsmikið dreifbýli. Betri Axarvegur eða heilsársvegur yfir Öxi var sett fram sem ein helsta forsenda sameiningar Djúpavogshrepps við Fljótsdalshérað, Seyðisfjörð og Borgarfjörð eystri. Tryggar samgöngur og skilvirkar almenningssamgöngur eru grunnur að því að vel takist til við rekstur sveitarfélagsins. Öxi eða Axarvegur nefnist fjallvegurinn milli Skriðdals og Berufjarðar en hann liggur stysta leiðin milli Fljótsdalshéraðs og Djúpavogs. Það tekur klukkustund fyrir Djúpavogsbúa að komast til Egilsstaða með því að fara Öxi en ef þessi 532 metra hái fjallvegur er lokaður og aka þarf firðina eða Breiðdalsheiði lengist ferðatíminn tæpa klukkustund, jafnvel meira ef ferðin er léleg. Fyrirspurnin mín til hæstv. Innviðaráðherra er einföld. Hver er staðan á framkvæmdum við heilsársveg yfir Öxi? Samband sveitarfélaga á Austurlandi hefur ályktað árabil að Axarvegur verði byggður upp sem heilsársvegur til að tryggja greiðar samgöngur innan Múlaþings allt árið kring sem og að stytta flutningsleiðir á milli Austurlands og höfuðborgarsvæðisins. Það er þessi samtakamáttur sveitarfélaganna sem skiptir gríðarlega miklu máli og ljóst að það sinnir hagsmunum heildarinnar að framkvæmdina fari af stað sem fyrst. Axarvegur hefur lengi verið á dagskrá og fögur hafa fyrirheitin verið. En staðreyndin er sú að áratugur hefur liðið án framkvæmda og samkvæmt kynningu Vegagerðarinnar í byrjun febrúar mun líða hið minnsta 1 ár á útboði áður en framkvæmdir kunna hefjast og ekkert liggur fyrir fyrirkomulag gjaldtökunnar. Og þá kemur að seinni fyrirspurninni minni. Hyggst ráðherra beita sig fyrir því að frekari samgönguúrbætur á landsbyggðinni en yfir Öxi verði gerðar í samstarfi við einkaaðila með það að leiðarljósi að flýta framkvæmdum? Ef svo er, hverjar? Nú eru í gildi lög samvinnuverkefni samgönguframkvæmdir þar sem upp eru talin 6 samvinnuverkefni og þar á meðal er vissulega Axarvegur sem er mikið fagnaðarefni. Í því samhengi velti ég svo sem fyrir mig líka hvort endurskoða megi lögin og með það markmið að fjölga verkefnum í samstarfi við einkaaðila til að flýta frekari og fleiri framkvæmdum á landsbyggðinni. Að lokum langar mig að undirstrika mikilvægi þess að framkvæmdum á landsbyggðinni sem bæta munu lífsgæði fólks og stækka atvinnu- og þjónustusvæði verði flýtt á grundvelli samstarfs við einkaaðila, líkt og segir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál hér upp. Og það er alveg rétt að samgöngur, bættar samgöngur voru eins og eðlilega og er í öllum sameiningum allra sveitarfélaga þar sem er verið að stækka svæði umtalsvert eins og raunin varð fyrir austan, þá er það ein af þeim forsendum sem menn sækja í það mesta á ríkið og við urðum við þessu kalli og gátum svarað því með því að fara í þessar samvinnuleiðarframkvæmdir, PPP, því að ef við værum að bera saman Öxi veg í þessari raunverulegu hæð sem hann er
við aðrar þær framkvæmdir þá hefði hann ekki verið á dagskrá á næstu árum og áratugum, þó svo hann hefði ratað inn á einhverja samgönguáætlun óskalistar allra þingmanna hér fyrir nokkrum árum. Það voru mjög mörg verkefni sem þangað fóru sem ekki eru komin á dagskrá aftur, því miður. Þannig að þetta nú raunveruleikinn og þetta reyndi ég að gera mönnum ljóst að til þess að koma þessi verkefni á einhvern annan stað og það væri hægt að fara í þetta hraðar en ella, þá yrði það að fara í þessa samvinnuleiðar framkvæmd sem einmitt mesti ávinningurinn við að taka ákvörðun að setja verkefni í slíkan farveg, það að flýta þeim með þessum hætti. Og það hefur verið gert og kynningarfundur vegna þessa verkefnis var haldinn núna í byrjun þessa mánaðar, 4. febrúar. Sá fundur liður í undirbúningi útboðsferils sem í þessu umhverfi PPP-verkefna tekur svona langan tíma. Það ekki neinn að seinka þeim. Samanber er búinn að vera kynningarfundur vegna nýjar brúar yfir Ölfusá sem líka mun taka nákvæmlega þennan tíma og lokaútboðið verður síðan eftir 1 ár. Þannig að þetta og Hornafjarðarfljótið sem fyrsta verkefnið, þar var kynningarfundur einmitt fyrir meira en 1 ári síðan og útboðið síðan í sirka 1 ári síðar og núna garð gengið. Þannig að þetta einfaldlega hluti af samvinnuverkefni ríkis og einkaaðila, svokallað PPP-verkefni og þannig þetta. Útboðið samkeppnisútboð í samræmi við lög opinber innkaup og það tekur þennan tíma það bil 1 ár. Það gert ráð fyrir að skrifa undir samninga framkvæmdir í byrjun næsta árs ef allt gengur óskum og framkvæmdatími gæti verið 3 ár. Það spurt hvort að ráðherra hyggist beita sér fyrir frekari samgönguúrbótum á landsbyggðinni með þessu sama. Þá það þannig að fyrir þinginu lá frumvarp fyrir nokkrum árum. Þar eru 6 verkefni sem samþykkt var að unnin yrðu með samstarfi við einkaaðila með þessum hætti á grundvelli laga samvinnuverkefni. En auk þessa vegar yfir Öxi þá verið að tala hringveg Hornafjarðarfljót sem komið lengst þessara verkefni og búið að bjóða út. Hringvegur norðaustan Selfoss og brú á Ölfusá. Kynningarfundur var haldinn núna 18. febrúar eða hálfum mánuði síðar en Öxi. Hringvegur Mýrdal og láglendisvegur, jarðgöng gegnum Reynisfjall sem eru í umhverfismati og síðan tvöföldun Hvalfjarðarganga sem kannski ekki komið á dagskrá og hins vegar Sundabraut sem hefur verið unnið ötullega á síðustu árum og við sjáum fyrir okkur að fara í þetta ferli sem verður reyndar enn tímafrekara vegna stærðar verkefnisins og það þýðir að á næstu 4-5 árum munum við vera í umhverfismati, hönnun og undirbúningi útboðs og framkvæmdir verða síðan þá í kjölfarið á því og verkinu ekki lokið fyrir kannski í kringum 2030-31, 29-31. Þannig að þetta eru þau verkefni. Til viðbótar verður skoðað og ég til í það að ráðast í fleiri þjóðhagslega arðsamar flýtiframkvæmdir í samgöngum á grundvelli fjölbreyttrar fjármögnunar og samstarfs við einkaaðila eins og tilgreint í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Ég stend að sjálfsögðu við það, en ég skal viðurkenna það hér og segja það hér að við þetta ferli hingað til hefur það valdið mér vonbrigðum hvernig fjármögnunaraðilar hafa komið með lítinn áhuga, of lítinn, of metnaðarlitlir að þessum verkefnum. Vegna þess að það skiptir máli að allir leggi sig fram. Hvalfjarðargangamódelið gekk vel og við skulum taka það með okkur. Menn eiga einhvern veginn ekki að vera að henda upp alls konar hindrunum, þröskuldum að gamni sínu sem mér finnst jafnvel einstaka aðilar hafa verið að gera. Þannig að ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja menn til dáða því að þetta góð aðferð til að flýta verkefnum eins og við erum að gera á Öxi. Gerir stutta athugasemd, hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu og góð svör hæstv. ráðherra og hann kannski stal svolítið spurningunum minni hérna í restinni, ég ætla samt að ítreka hana. Eru fjárfestarnir tilbúnir til að dreifa áhættunni með ríkinu í þessum verkefnum og hvað þurfum við til þess að auka þá vilja þeirra eða annað slíkt og
eins og hann benti á, að það var örugglega færri betri í samstarf svona verkefni heldur en ríkið sjálft. Þannig að það er algjör forsenda að fjárfestarnir sem hafa kallað eftir því að fá að fjárfesta í innviðum séu þá tilbúnir til þess. Þannig að ég tek undir þetta ákall. Þá langar mig kannski líka að spyrja að því, ef við getum skipt þessu í svona vegi sem tengist okkar samfélagi og svo samgöngur sem tengjast kannski beint ferðaþjónustunni eða öðru slíku, og væri það sem eru þá kannski mun aftar á samgönguáætlun ef þeir eru yfir höfuð á samgönguáætlun. Væri hugsanlegt að fara með minni eða svona ódýrari vegi þá þannig í þetta fjármögnunarmódel. Þá gerist athugasemd hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, í þessari umræðu gjarnan vísað til Hvalfjarðargangamódelsins sem sagt hafa gengið vel, en það er náttúrulega ekkert óumdeilt hvernig það gekk. Ríkisendurskoðun benti til dæmis á að framkvæmdirnar hefðu ekki verið ódýrari heldur en ef ríkið hefði haldið á þeim, og kostnaður Spalar vegna innheimtu veggjalda þann tíma sem það fyrirtæki starfaði hljóp á 1 milljarði sem lagðist á notendur, bara umsýsla Spalar, og þar að auki voru greiddar 100 milljóna króna í arð út úr Hvalfjarðargangamódelinu. Svo eigum við náttúrulega annað módel sem er okkur kannski nærtækara, sem er Vaðlaheiðargangamódelið, sem mætti nú segja að væri frekar víti til varnaðar en hitt, þar sem að koma á daginn að þessi PPP-fjármögnun sem er í gangi þar, hún bara gengur ekkert upp. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að sé ekki bara betra að við tökum samgönguframkvæmdir inn í gegnum samgönguáætlun og hendur hins opinbera, þannig að þessi forgangsraðað í þágu almennings og samfélagsins en ekki eftir því hvort þær passi í eitthvað ákveðið greiðslumódel. Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, gerir stutta athugasemd. Frú forseti, Öxi er spennandi verkefni, styttir leiðina 71 km og hefur mikil áhrif á byggð á svæðinu þegar það verður komið í fulla notkun. Og við erum víða með þessi verkefni og tek undir með hæstv. Ráðherra að það er nauðsynlegt að skoða þetta víðar og þá möguleika. Þeir finnast æði víða möguleikar í einkaframkvæmd. Hæstv. Ráðherra kom líka inn á þennan punkt varðandi lífeyrissjóðina og kannski vonbrigði, innviðasjóðu sem að lífeyrissjóðarnir voru nú að kynna þetta fyrir nokkrum árum og svona, maður skildi að það væri bjóða upp í dans. Og svo er komið núna tilboð með Hornafjarðarfljóti núna sem er að ég minni 21% yfir kostnaðaráætlun eða framkvæmdakostnaði við áætlun. Þannig ég spyr bara hæstv. Ráðherra beint að því, hefur hann átt samtal við lífeyrissjóðina eftir það útboð þar sem kemur að þeirri framkvæmd og fjármögnun? Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju, hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Innviðaráðherra fyrir svari og öðrum innviðaráðherra og öðrum hv. þingmönnum sem til máls tóku. Og já, ég er vissulega langt frá því fyrsti stjórnmálamaður sem berst fyrir þessum ágæta veg. Og jú, það er rétt að útboð kunni að taka þennan tíma en íbúar Austurlands hafa beðið og bíða enn. Ég vil í því sambandi hvetja hæstv. Ráðherra til að beita sér af krafti til að útrýma biðinni, ganga kröftuglega fram og fara í þær framkvæmdir sem lofað hefur verið á tilsettum tíma. Uppbygging Axarvegar rímar líka einmitt nefnilega ágætlega við kafla í stjórnarsáttmálanum þar sem segir, með leyfi forseta, við munum halda áfram uppbyggingu og viðhaldi á samgöngukerfinu til að auka öryggi fólks á vegum til að stytta ferðatíma og draga úr útblæstri í samræmi við loftslagsmarkmið. Auk þess þekkjum við að ferðamenn velja yfirleitt stystu leiðina svo það er mikilvægt að hún sé eins örugg og kostur er. Nú langar mér svo sem að koma aðeins inn á annan þátt í þjónustu við sameinuð sveitarfélög en það er vetrarþjónustan á vegum sem nú gegnir veigamiklu hlutverki í samnýtingu á þjónustu sveitarfélaga sem hafa lagt kapp í að ná fram hagræðingu með þessum samlegðaráhrifum.
Það er því eðlilegt og aðkallandi að vetrarþjónustan verði endurskoðuð frá grunni, það regluverk sem gildir hana, í ljósi þessara sameininga og að meira kapp verði lagt í að veita góða þjónustu þegar er að ræða tengingu byggðarlaga við þjónustukjarna og innan sama atvinnusvæðis. Sérstaklega þarf auðvitað að taka tillit til skólaakstursleiða milli byggðarlaga en eins og við vitum þá er auðvitað bara lögbundið, börn eiga að mæta í skólann 5 daga vikunnar og vetrarþjónustan hefur bara ekki verið að sinna þessu nægilega vel. Þannig að það er ákall eftir þessu líka og ég vildi fá að koma þessu að. Að lokum tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi frú forseti. Þakka þessa umræðu einnig. Varðandi ný og fleiri verkefni, jafnvel minni, þá verður það reyndar aðeins vandasamt við það, þar sem að þetta ferli er flókið, það tekur langan tíma og ef að verkefnin eru of lítil þá virðist áhugi aðallega verða ekki nægur. Þannig að ég hefði svona áhyggjur af því að það væri ekki auðvelt að segja já við ágætri spurningu hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar og það er út af því. Ég vil segja við hv. þingmann Andrés Inga Jónsson og vil bara spyrja hann, trúir hv. þingmaður því að Hvalfjarðargöngin væri komin ef við hefðum tekið það gegnum samgönguáætlun á síðastliðnum 20 árum með einu efnahagshruni og einum alheimsfaraldri? Trúir hv. þingmaður því? En Vaðlaheiðargangamódelið er ekki gott, ég get tekið undir það. En Hvalfjarðargangamódelið er mjög gott. Varðandi fyrirspurn hv. þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar, þá hef ég ekki átt samtal eftir útboð, en á undanförnum árum hafa mjög margir hangið á hurðinni og hvatt til þessara verka sem ég verð að segja alveg eins og voru vonbrigði. Það eru vonbrigði að sjá ekki meiri áhuga þessara aðila raungerast í þeim framkvæmdum sem þó eru afstaðin. Og svo vil ég segja við háttvirtan málshefjanda, hv. þingmann Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, að ég er algjörlega sammála hv. þingmanni að við þurfum að fá meira fjármagn í flýtiuppbyggingu, við þurfum á miklu meira fé í viðhald á vegakerfinu sem við erum að byggja upp og einnig í vetrarþjónustuna. Og ég get sagt við hv. þingmann að allir þeir fjármunir sem að þingið mun samþykkja að setja í samgöngumál mun ég koma vel fyrir. Það er nóg eftirspurn og nóg af verkefnum. Umræðan 8. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 9. dagskrármálið fyrirspurn til matvælaráðherra frá Andrési Inga Jónssyni. Sjávarspendýr, mál 225, þingskjal 321. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það er nú kannski betur á því að tala hér heildstætt málefni hafsins, sérstaklega í ljósi þess að fólk er nú farið að átta sig á því betur og betur að loftslagsvandinn og málefni sjávar eru bara tvær hliðar á sama pening. Hér fjöllum við aðeins sjávarspendýrin sem ég held samt að tengist heildarsýninni frá Íslands hálfu meira en víðast hvar vegna þess að það má halda því fram að hvalveiðistefna stjórnvalda, að sá þvergirðingsháttur að halda í ósjálfbæra nytjar sjávarspendýra, ríkisstjórn fram á ríkisstjórn, hafi tafið fyrir þeirri stefnumótun sem ella hefði átt sér stað, mótun heildstæðrar stefnu sem tæki saman loftslagsbreytingar, súrnun og mengun hafsins sem og vernd líffræðilegrar fjölbreytni í takt við sjálfbæra nýtingu á lífrænum auðlindum sjávar, eins og það heitir ef ég man rétt. En hér erum við komin til að ræða sérstaklega sjávarspendýrin. Og það er nú dálítið umhugsunarvert líka hvað við vitum lítið þau. Áhrif hvala til dæmis á nytjastofna við strendur Íslands er lítið þekkt. Áhrif
hávaða og skipaumferðar neðansjávar, lítið þekkt líka, og áhrif hvala á lífríkið í heild sinni ekki mikið heldur. En það hins vegar margt sem bendir til þess að hvalir gegni lykilhlutverki í því að dreifa næringarefnum sjóinn, að fanga kolefni neðansjávar, og það mætti jafnvel líkja eyðingu hvala við stórtæka skógareyðingu í regnskógum Amazon. Svo mikil eru jákvæð áhrif hvala á loftslagsmál. Mér reiknast svo til að sennilega sé eina svona opinbera rannsóknin sem hafi farið fram, svona langtíma rannsókn fyrir tilstuðlan opinbera stofnana, vera athugun á sjávarspendýrafælum, alltaf á forsendum nýtingar en ekki á því að skilja náttúruna betur. Ég hef hér lagt fram 2 spurningar og lesendur Morgunblaðsins fengur reyndar forsmekk á svari við annarri þeirra sem snýr að því hvort ráðherra hyggist framlengja heimild til veiða á langreyði og hrefnu þegar núverandi reglugerð rennur út. Mig langar bara að fá skýrt fram hver afstaða ráðherra til þess og hvort ríki einhugur innan ríkisstjórnarinnar til þeirra mála. Og síðan, vegna þess að síðasti umhverfisráðherra fékk ekki pólitískan stuðning við að leggja fram fullburða frumvarp til heildarendurskoðara villidýralaga, hvort að ráðherra matvæla muni beita sig fyrir því að sjávarspendýr færist inn í villidýralög og verði þar á sínum rétta stað með öðrum spendýrum. Það svarar fyrirspurn hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og eins og fram kemur í hans máli þá skiptist spurningin í tvennt og ég myndi svo gjarnan vilja eiga lengra og ítarlegra samtal málefni hafsins almennt og ekki síst umhverfis sjónarmiðin þar, að þá varðandi fyrirspurninguna heimildina til veiða á langreyði og hrefnu þegar að veiðitímabilinu lýkur samkvæmt þeirri reglugerð sem nú í gildi, þá eins og hv. þingmaður vísar til að þá hefur það komið fram í grein sem ég hef skrifað að ég tel að við þurfum að horfa til þess hvort að það sé hægt að rökstyðja það efnahagslega að halda þeirri heimild opinni og í sjálfu sér, svo maður horfi nú bara á staðreyndir máls, að þá það óumdeilt að þessar veiðar hafa ekki haft mikla efnahagslega þýðingu fyrir þjóðarbúið á síðustu árum og síðustu 3 ár það hafa engin stórhveli verið veidd en 1 hrefna á árinu 2021 og bendir fátt til þess að það sé í raun efnahagslegur ávinningur að því að stunda þessar veiðar. Þar sem þau fyrirtæki sem hafa til þess leyfi hafa geta veitt hval síðustu árin hafa ekki gert það. Þannig að ef ég sem ráðherra gef mér að þau fyrirtæki sem hafa leyfi til að stunda þessar veiðar hegði sér eins og fyrirtæki gera almennt, þar að segja taki ákvarðanir á markaðslegum grunni, þá hafa þau talað býsna skýrt bara með því að veiða enga hvali síðastliðin 3 sumur. Þannig að þau tali augljóslega ekki vera markaðslegar forsendur fyrir þeim. Ég mun láta vinna mat á mögulegum þjóðhagslegum og samfélagslegum áhrifum þess að heimila áframhaldandi hvalveiðar á því árið sem að hér undir en þetta mat mun fara fram á þessu ári og ég tel og það geri ég bara á grundvelli gildandi laga og það hefur ekki verið fjallað sérstaklega í ríkisstjórn en það hluti af því sem mér ber að horfa til þegar ég að fara að þeim lögum sem að Alþingi hefur samþykkt í þessu efni. Hv. þingmaður spyr síðan heildarendurskoðun laga vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum sem hafa stundum verið kölluð villidýralög. Þau, eins og hv. þingmaður veit, falla undir málefnasvið umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra en með skýrslu nefndar eða svokallaðrar villidýranefndar þá væntanlega átt við skýrslu nefndar lagalega stöðu þessa málaflokks sem starfaði árinu 10–13 og skilaði af sér skýrslu sem unnin var fyrir þá sem hér stendur sem þá gegndi embætti umhverfis- og auðlindaráðherra og var útgefin í apríl 2013 og ég tek undir það með hv. þingmanni. Ég nokkuð langeyg eftir því að þessi lög verði uppfærð.
En frá því að þessi skýrsla var gefin út þá hefur átt sér stað mikil þróun í málefnum sjávarspendýra og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur sett reglugerð árið 2017 bann á hvalveiðum á tilteknum svæðum, reglugerð árinu 2019 bann við selveiðum og sett reglugerð 2021 velferð sjávarspendýra við fiskveiðar og fiskeldi í sjó og þar líka viðauki með reglugerð 2019 þar sem mælt fyrir leyfilegan heildarafla tiltekinna hvalategunda og svo framvegis. En það kemur hv. þingmanni sennilega ekki á óvart að sú sem hér stendur telur að málefni sjávarspendýra ættu almennt að heyra undir lög vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Það hins vegar ótvírætt að samkvæmt gildandi lögum falla málefni sjávarspendýra, hvala og sela undir lög sem heyra undir matvælaráðuneytið, það er að segja lög hvalveiðar hvað varðar hvali og lög lax- og silungsveiði er varðar seli og þá ná lög velferð dýra líka til sjávarspendýra. En í þeirri vinnu sem mun eiga sér stað á kjörtímabilinu áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi og voru raunar kynnt á vef ráðuneytisins og í samráðsgátt stjórnvalda í dag, þá er stefnt að því að leggja fram frumvarp málefni fiskveiðistjórnunar og þar mun gefast kostur á því að taka umræðu þessi mál almennt en mín afstaða til málsins er skýr. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls á nýju hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það er gott að heyra að núverandi ráðherra sjávarútvegsmála með aðra skoðun á málinu en sá sem síðast sat í embætti vegna þess að ég spurði fyrir að ég held 2 löggjafarþingum ráðherrana 2 sem að togast á það hvoru megin sjávarspendýrin eiga heima. Þá spurði ég þá og umhverfisráðherrann vildi að sjálfsögðu eins og allt fólk sem hefur kynnt sér greinargóða skýrslu villidýranefndarinnar hlýtur að vera sammála þá vildi umhverfisráðherra færa sjávarspendýrin undir heildstæð nútímaleg lög villt dýr í náttúru Íslands en þáverandi hæstv. Sjávarútvegsráðherra sá enga ástæðu til þess. Þannig að nú vona ég að horfi til betri vegar. Mig langar að velta því upp hvort, og nú er ég að vísa aftur til greinarinnar sem að hæstv. Ráðherra birti í Morgunblaðinu þessi mál í kjölfar fyrirspurnarinnar, hvort ráðuneytinu hætti kannski til að skoða sjálfbærni vinkilinn of þröngt. Ráðherra talar í greininni, ef ég man rétt, það að það lægi ljóst fyrir að veiðar á stórhvelum í Ísland væru ekki að tefla stofninum sem slíkum í hættu, að það stefndi ekkert í útdauða tegundarinnar þó nokkrir einstaklingar væru veiddir á hverju ári. En í ljósi þeirra upplýsingar sem hafa komið fram á síðustu árum varðandi gríðarleg áhrif hvala á lífríki sjávar, á viðgang lífríkisins sérstaklega í efstu lögum sjávar þar sem að fæða fiskana verður til og kolefnisföngun þessara dýra, hvort þessi þrönga nálgun sem ráðuneytið hefur oft viðhaft á meint afrán hvalana á nytjategundir sjávar, hvort það sé ekki bara þröng og úrelt nálgun, hvort þurfi ekki að víkka þetta. Að lokum tekur til máls hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það einkar gleðilegt að geta nú við breytingar á Stjórnarráðinu tekið til endurskoðunar uppbyggingu og samspil málaflokka í nýju matvælaráðuneyti og meðal þess sem við höfum gert þar er að setja á laggirnar fagskrifstofu sem er þverlæga á aðrar fagskrifstofur í ráðuneytinu. Það er að segja snertir bæði skrifstofu sjávarútvegs, skrifstofu landbúnaðar og skrifstofu matvæla og fiskeldis og sú skrifstofa heitir einmitt skrifstofa sjálfbærni. Það einmitt með það að leiðarljósi að umfjöllun nýtingu landgæða og sjávarauðlinda verður að vera í samræmi við hugmyndafræðina sjálfbæra þróun og allar hennar greinar.
en ekki síður þá með þau grundvallarsjónarmið að leiðarljósi sem við höfum undirgengist í alþjóðlegum samningum, annars vegar loftslag sem er auðvitað eitt af stærstu viðfangsefnum nútímans, en líka samning sem ætti að ræða meira, sem samningurinn líffræðilega fjölbreytni, og partur af því þegar við erum að tala bæði nytjastofna sjávar, hvort sem það er sjávarauðlindin fiskur eða aðrar tegundir í sjó, en líka nýtingu landgæða. Þannig að það mitt mat að þessi grundvallarsjónarmið að þau eigi bara sóknarfæri í Stjórnarráðinu, og undir minni forystu í matvælaráðuneytinu þá væri þau sannarlega hornsteinn. Umræðu 9. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 10. dagskrármálið. Fyrirspurn til matvælaráðherra frá Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Gjaldtaka í sjókvíaeldi og skipting tekna til sveitarfélaga. Mál 297, þingskjal 412. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti og hæstv. ráðherra. KPMG tók nýverið saman fyrir samtök sjávarútvegs sveitarfélaga greiningu á gjaldtöku af sjávarútvegi og fiskeldi. Þar má sjá að þessar greinar skila umtalsverðum tekjum til þjóðarbúsins. Það er líka staðfest þar að með auknum umsvifum undanfarinna ára hefur afdregin staðgreiðsla í fiskeldi farið vaxandi og á árinu 2019 fór hún í fyrsta sinn yfir 1 milljarð og í tæpa 1,2 milljarð á árinu 2020. Í greiningunni má einnig sjá að skipting tekna á milli ríkis og sveitarfélaga er verulega skökk og hallar þá á sveitarfélögin. Hlutdeild sveitarfélaga í heildargjaldtöku í sjávarútvegi og fiskeldi hefur verið í fiskeldi 26–29% á árinu 2016 til 2020. Þá það gjaldtakan af fiskeldinu. Og þá fyrst og fremst í útsvarsgreiðslum launþega. Hér þarf ekki að fjölyrða mikilvægi fiskeldis á samfélögum þar sem það stundað fyrir vestan og austan, en samfélögin sem hýsa þessa vaxandi atvinnugrein mega hafa sig allan við til að tryggja innviði sem þarf til að mæta þörfum og halda þræði í uppbyggingarferlinu. Uppbyggingin á innviðum er grundvöllur að vexti greinarinnar og sameiginlegum ábata. Fjölgun íbúa, breytt íbúasamsetning og breytt þjónusta við fiskeldi kallar á miklar fjárfestingar sveitarfélaganna og það reynir mikið á grunnstoði sveitarfélaganna, þá sérstaklega á þeim stöðum þar sem hefur verið ríkt látið að síðustu 2 áratugina. Því er áríðandi að tekjur og gjaldtöku í fiskeldi standi undir nauðsynlegum verkefnum þeirra sveitarfélaga sem standa næst eldinu, ásamt því að tryggð verði sjálfbærni þeirra hafna og samfélaga þar sem þessi atvinnustarfsemi er stunduð. Því vil ég spyrja hæstv. Matvælaráðherra í fyrsta lagi: telur ráðherra að núverandi gjaldtökuheimildir í laga- og reglugerðarumhverfi fiskeldis og þá sjókvíaeldis tryggi sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er stundað nógu skýrar heimildir til töku gjalda af eldinu? Ef ekki, hyggst ráðherra koma með skýrari tillögu af gjaldtökuheimildum? Í öðru lagi: telur ráðherra að núverandi gjaldtökuheimildir í laga- og reglugerðarumhverfi fiskeldis og þá sérstaklega sjókvíaeldis endurspegli þann kostnað sem hvert og eitt sveitarfélag þarf að standa undir við uppbyggingu og þjónustu við sjókvíaeldi? Ef ekki, hvernig hyggst ráðherra koma með tillögur að betri gjaldtökuheimildum? Og í þriðja lagi: telur ráðherra að núverandi gjaldtökuheimildir séu heppilegar til að dreifa tekjum af sjókvíaeldi á sveitarfélögum? Ef ekki, hvaða hugmyndir telur ráðherra að séu heppilegar til að dreifa tekjum jafnt á þeim sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað, og mun ráðherra beita sér fyrir breytingum þess efnis? Þá svarar fyrirspurn hæstv. matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnirnar og þingmaðurinn spyr fyrst gjaldtökuheimildir og hvort að þar sé sveitarfélögum tryggðar nógu skýrar heimildir til töku gjalda af eldinu, og ef ekki, hvort að ég sem ráðherra hyggist koma með skýrari tillögur að gjaldtökuheimildum. Og síðar er spurt
hvort að þessar heimildir endurspegli þann kostnað sem sveitarfélögin þurfa að standa undir. Það er skýrt markmið í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar að móta heildstæða stefnu uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldis og við þá vinnu munum við leggja áherslu á tækifæri til atvinnusköpunar og mikilvægi þess að greinin byggist upp á grundvelli sjálfbærni, vísindalegra þekkingar og verndar villtra laxastofna. Þetta er það sem okkur er falið í stjórnarsáttmála. Samkvæmt núgildandi laga- og reglugerðarumhverfi þá er sveitarfélögunum heimilt að innheimta sérstakt gjald af sjókvíaeldi með svonefndu aflagjaldi. Sú gjaldtökuheimild á þó aðeins við ef eldisfiski er landað í viðkomandi sveitarfélagi. Sú heimild, eins og málum er háttað núna, þá er eldisfiskinum landað á fáum stöðum og því mörg sveitarfélög sem hafa ekki tök á því að innheimta slíkt gjald. Jafnframt hafa fyrirtæki í einhverjum tilvikum notað sláturskip sem þýðir að enginn fiskur kemur að landi og þar af leiðandi engin leið fyrir sveitarfélagið að innheimta aflagjöld. Aðrar leiðir fyrir sveitarfélögin til innheimtu gjaldar í gegnum hefðbundna tekjustofna, svo sem útsvar, og eins geta sveitarfélög sótt fjármagn í gegnum fiskeldissjóð, en þriðjungur af gjaldtöku ríkissjóðs á grundvelli laga nr. 89/2019 töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð rennur einmitt í þann sjóð. Í stjórnarsáttmálanum er kveðið á að það verði mótuð heildstæð stefna uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku fiskeldis. Ég hef átt góð samskipti við þessi sveitarfélög sem eiga þarna ríkasta hagsmuni og fiskeldissjóðurinn mun verða óbreyttur í ár. En í dag mun fara í samráðsgátt stjórnvalda áherslur og verklag við stefnumótun á sviði matvæla og þar er sérstaklega fjallað fiskeldi. Verkefnið snýst að meta stöðu, áskoranir og tækifæri í greininni og þar verður sérstaklega fjallað þjóðhagslegan ávinning fiskeldis sem og ávinning þeirra byggðarlaga þar sem fiskeldi er stundað. Gjaldtakan og skipting hennar verður einnig skoðuð sérstaklega. Með tilkomu fiskeldis víða land þá hafa sveitarfélög almennt upplifað miklar og jákvæðar breytingar með fjölgun íbúa og auknum atvinnutækifærum, en með svo ört stækkandi atvinnugrein þá fylgja vaxtarverkir. Líkt og fram kom í svari mínu hér að framan þá mun ég setja útfærslu á gjaldtökuheimildum í forgang við þessa stefnumótun. Þar mun ég fá aðkomu sveitarfélaganna og annarra hagsmunaaðila það hvernig best sé staðið að þessum málum. Hluti af vinnu við stefnumótunina er að greina þörf á uppbyggingu innviða, hvort heldur er á landsvísu eða innan þeirra sveitarfélaga sem ræðir. Það er afar brýnt að efla enn frekar samstarf ríkis og sveitarfélaga á sviðum loftslags- og umhverfismála og sveitarfélögin gegna hér lykilhlutverki í innleiðingu hringrásarhagkerfisins á sviði fráveitumála, mengunarvarna, vatnsverndar, náttúruverndar og verndunar líffræðilegs fjölbreytileika. En starfsemi tengd fiskeldi fléttast inn í öll þessi atriði með beinum og óbeinum hætti, enda er greinin mjög vaxandi og hefur vaxið mjög hratt á mjög stuttum tíma. Og það þarf að samþætta betur skipulagsáætlanir sveitarfélaga og svæðisskipulagsstefnu til að hægt sé að nýta betur innviði og þjónustu. Og þetta þarf allt saman að vera undir þegar við erum að horfa til þróunar greinarinnar. Líkt og áður kom fram þá geta sveitarfélög innheimt tiltekin gjöld í gegnum aflagjald, en þau gjöld renna hins vegar bara til þeirra sveitarfélaga þar sem afla er landað og þetta skapar nokkurn vanda í dreifingu tekna af fiskeldi milli einstakra sveitarfélaga þar sem fiskeldi er stundað. Og eins og fram kom þá geta sveitarfélögin sótt fjármagn í fiskeldissjóð sem hefur aðeins einu sinni úthlutað og þá kom upp nokkur gagnrýni varðandi landshlutaskiptingu á styrkveitingum. Í ár verður fjárhæðin hækkuð 80 milljónir úr 105 milljónum í 185 og sú fjárhæð mun svo hækka stigastigi næstu ár vegna mjög aukinna framleiðslu og stigvaxandi gjald sem mun að fullu koma til framkvæmdar árið 2026. Það mun vera hægt að áætla að fjárhæðir sem sjóðurinn mun hafa til úthlutunar eftir 4 ár verða á bilinu 600 til 800 milljónir og eins má nefna að sjóðurinn hefur breytt úthlutunarreglum sínum á þann veg að ekki sé hægt að fá hærri styrk til einstakra verkefni 50 milljónir. Þessi atriði verða öll tekin inn í langtíma stefnumótun fiskeldi en er auðvitað afar mikilvægt til þess að greinin fái vaxið í sátt við samfélag og umhverfi. Það gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil þakka mikilvæga umræðu hér og
bæði hæstv. Ráðherra og hv. fyrirspyrjanda þær áherslur sem við leggjum þessu og í þessu samhengi vill ég bara benda á að við höfum svona reynsluna og getum kannski lært af henni og hvað við skulum hafa í huga þegar við fjallum þetta þegar við erum að tala sjávarútveginn og fiskihafnirnar. Sjálfur bý ég í samfélagi sem landaður afli upp á 60 milljarða útflutningsverðmæti og borga yfir 400 milljónir í veiðileigugjöld út úr þessu samfélagi. En hins vegar búa 75% af sjómönnunum í öðru sveitarfélagi heldur mínu og borga því ekki útsvar. En ég sem skattgreiðandi þarf að bera ábyrgð á skuldum hafnarinnar og uppbyggingu þessar innviða sem skapa þessar tekjur fyrir ríkissjóð, sem sveitarfélagi fær engar tekjur af. Þannig að það eru marg sjónarmið sem þarf að skoða í þessu og hvet ég ykkur til að hafa það í huga þegar þetta unnið frekar. Hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, gerir stutta athugasemd. Frú forseti, þegar við unnum að nýju fiskeldislögum fyrir 3-4 árum og þá vorum við meðal annars að ræða akkúrat þennan þátt, fiskeldissjóðinn og hvernig þetta ætti að renna til sveitarfélaganna. Það var ákveðið að fara þessa leið og eins og hæstv. Ráðherra kemur inn á þá má reikna með að þessar upphæðir hækki mjög á næstu 3-4 árum og verði býsna háar 25-26, upp á kannski 600-800 milljónir. Við náttúrulega höfðum þá mjög í huga að þetta yrði bara þróað áfram. Þannig að það yrði fljótlega farið í sjá hver reynslan yrði og síðan myndum við þá í löggjöfinni þá þróa þetta samtal sem var mikið rætt á þessum tíma og mjög nauðsynlegt og held ég sé nauðsyn á svona með einhvern hlutur að þróast. Það fyrst og fremst aflagjöldin sem að sveitarfélögin hafa náðst og þá var einmitt vara svolítið við sláturskipunum og hvað áhrif það getur haft sem hafa verið notuð svolítið þegar einhver aðstæður kom upp. Þannig að þetta mikilvæg og stækkandi atvinnugrein og við þurfum að þróa þetta samtal sem snýr aftur að tekjum sveitarfélaginu gagnvart atvinnugreininni. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls á nýju hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og líka hv. þingmönnum fyrir þeirra innslag. Já, það er alveg rétt að þetta vandmeðfarið og við erum með nýja grein sem við erum að feta okkur áfram með. En á dögunum, sem sagt í haust, var úthlutað fyrstu greiðslunum úr fiskeldissjóði sem réttilega var bent á hér áðan að við settum þetta inn í lög núna fyrir 2 árum. Fiskeldissjóðurinn á sér stóð í lögum og það var gert ráð fyrir að þriðjungi tekna gjaldtökunnar fiskeldi renni til komandi árum í fiskeldissjóð og það er verið að tala um að við þurfum að útfæra þetta eitthvað. En í haust var til skiptan 105 milljónir sem úthlutað var frá umsóknum sveitarfélaga þar sem sjókvíaeldi stundað og ákvörðun styrkveitingar skulu byggðar á niðurstöðu faglegs mats á umsóknum og þá er þetta orðið svona samkeppnissjóður og með hliðsjón af þeim markmiðum sett hafa verið í sjóðnum eins og segir í reglugerð sjóðinn. Þarna hefst kapphlaup hver eigi að bitastæðustu umsóknina byggð á ítarlegum gögnum verkefnið sem sótt er 2 sveitarfélög á Vestfjörðum fengu 34 milljónir krónar og 70 milljónir fóru til Austfjarða. Mikil vinna liggur að baki umsókna og það er ljóst að sveitarfélög geta ekki gert raunhæfa fjárhagsáætlun eða framkvæmdaáætlun með hliðsjón af starfsemi atvinnugreinanna eins og hægt er að gera út frá öðrum greinum sem stunduð eru á svæðinu. Nýju öflug atvinnugrein skilar því ekki sem þarf til samfélaganna geti vaxið í réttum takti við starfsemina. Því langar mig til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hún telji útfærslun á fiskeldissjóði sé heppileg til að dreifa tekjum af fiskeldinu á sveitarfélögunum sem standa næst fiskeldinu. En einnig í lok minnar ræðu vil ég þakka þau svör sem komu hérna frá hæstv. Ráðherra og gott að þetta sé verið að leggja áherslu á þetta og það sé þegar hafin vinna við þetta og þetta mjög mikilvæga verkefni því að ef að grunninnviðir samfélagana sem eru næst fiskeldinu fá ekki að vaxa fyrir þá er atvinnugreinin í hættu. Að lokum tekur til máls hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir góða umræðu og það er rétt að það komi fram að minni ósk hefur Ríkisendurskoðun samþykkt að fara í stjórnsýsluúttekt á málefnum fiskeldis. Þannig að það liggur fyrir og raunar býst ég við að
Þið heyrið það fyrst hér vegna þess að ég held að fréttatilkynningin komi á morgun þá ákvörðun. En síðan þá þurfum við auðvitað að skoða, því að hv. þingmaður er að velta sérstaklega fyrir sér fiskeldissjóðnum og hvernig fyrirkomulagið kemur til með að þróast, að þá erum við í raun og veru með þessa leiðsögn frá þinginu, frá lagasetningunni 2019 það með hvaða hætti sé best að gera það. Og ég tek eftir því þegar ég les umsagnir það frumvarp á sínu tíma að það voru uppi vangaveltur það hvaða fyrirkomulag væri best í þessum efnum, og þar kom meðal annars upp sú umræða að það færi betur á því að ráðstafa fjármagninu í gegnum jöfnunarsjóð með einhverju móti. Það er auðvitað ein leið, en ég held að það sé afar mikilvægt að samtalið það hvernig þetta sé best gert sé við sveitarfélögin sjálf. Að það sé, við förum yfir bæði reynsluna af þessu fyrirkomulagi eins og það er, en ekki síður það sem hv. þingmaður nefnir og svo mikilvægt og nefnir hér í lokin, að það er það að við getum ekki horft til þess að greinin vaxi ef að hún hefur ekki stuðning af öflugum innviðum. Það verður að vera, og það er sama hvort við erum þá að tala aðstöðu til slátrunar, hvort við erum að tala hafnarmannvirki, hvort við erum að tala vegasamgöngur og svo framvegis, að þetta verður allt að vera fyrir hendi til þess að greinin geti vaxið í sátt við umhverfið og við náttúruna. Og ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr úttekt Ríkisendurskoðunar og síðan að fara í þá stefnumótun sem nauðsynleg til lengri tíma. Umræðu 10. dagskrármálið er lokið. Útbýtt er á fundinum þingskjali 578, vextir og verðtrygging og fleira, frumvarp, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.